live, HM Zone á föstudagskvöldi, Króatía, Ísland framundan, það Ponsan sem heilsar og Nafli, þú ert með mér. Heldur betur. Gleðilegan bóndadag. Já, takk sem leiðis. Þannig falleg kveðjan frá honum Hjörvari til mín. Já, ef einhver sem hugsar vel innhlaupuvinni sínu, þá er það Hjörvar Hafliðason. Já, og hann hendi ég elska þig. Nei, ég elska þig ekki. Þú ert flottur. Hann fór alveg skalan. Já. Það er alveg smá munur á því ég elska einhvern og finnast eitthvað flottur. Þetta var þetta svona svo Bubbi þegar hann að gera lítið úr einhverjum. Þú ert flottur. Já, ég elska þig. En Brynja. Þú ert tappi, þú ert flottur. Má ég heyra hann að Bubba aftur? Brynja, ég elska þig. Þú ert flottur. En ég ætla bara að segja, ég elska þig. Já, takk sem leiðis. Og glæsilegur í tauginu. Já, það er ekki fyrir það. Það er Þorrablót. Það er bara bóndadagurinn. Það er Þorrablót. Já, heyrðu Agnar Smári Jónsson, yes. Þú ert í Króatíu, Galla. Hvað er þetta ekki? Ég er þetta hlýraból, ég þurfti kannski að fara úr hann og þannig að þetta lítur hræðilega út. Jú, það er náttúrulega maður þarf að sína smá lit hérna, það er náttúrulega Íslendingur í Króatíu. Reynda ég hitti dóttur hans í liftu á hann og spurði hvort hún ætti treyju, ég nefndi ekki að koma aftur í færiska draslinu. Come on, Aki. Þetta er valla meira, það er ekki svona króatískt merki á þessu, hvað rung Það kom í naflan. Þetta er hákvarlitinir. Nei, þetta er ekki verið að benda þessu hákvar. Nei, hákvar Veruröndóttir. Þetta er einhver ljótasta Klára hérna kynna hérna, við ræðum þetta eftir. Síðasta ára ætti ekki að tala, þau eru beðin að hætta að tala núna sko. Stefán Sigurmannsson. Já, takk fyrir að hafa mig. Og vertu með þetta bara nærið þér. Ég ætla bara að vera með þetta svona. Herru, þú er farið á stórmót. Hvaða stórmót fórst á? Ég er búinn að fara á 6, eða það ekki? 6 stórmót? Manstu hvað stórmót það voru? Já, það er Spánn, Pólland. Ég ætla árin. Já, árin, er þetta ekki frá 2013 til 19? Já, þú ert 2014, 5. seti, EM. Já. Þannig að það er heldur gott. Það er bara heldur gott. Það er besti árangur, við hefum ekki náðu jafngóðum árangur í síðan. Nei. Það er bara þannig. Takk Stefán. Það er glæsilegt, Stefán, hann fyrir aðeins betur yfir sín feril á eftir. Gerum það einhvern tíma. Svona vermat og svo leiðis. Herðu, hérna ætlum að virka tjattið, allir sem að gíska hver fær fyrstu 2 mínúturnar hjá Íslandi. Það er 500 eurur í ammo á Epic. Þannig að negliðinn hver fær fyrstu til að fá 2 mínútur. Og svo svona hérna, hvetjum við alla til að vera virkir á tjattinu. Heldur betur. Bauðið sérstaklega á naflan. Stór dagur fyrir hann, bóndadagur. Nei, endilega takkið þið aðeins en þess að treyju akka fyrir. Þetta er hérna. Og hvort það sé bóndadagur. Það er enda mjög vont að vera í bóndadagur. Viltu að ég sé á hlýranu frekar? Frekar, já. Ég get gert það líka. Sína byssurnar. Herru að fara yfir hópinn? Nei, þú verður að vera trúið þínu. Á hlýran með hann. Strákar hópurinn. Strax. Herru, Freddi Merkjur í menninu. Strákar, sjáðu hópinn hérna. Það er svo sem ekki mikið sem kemur óvart. Við fengum þessar fréttir að Bjarki Már Elísson, hann er dottinn út. Steven Tobar Valencia, hann misti af flugi eða eitthvað djövelin. Ég var að fá mynda á hann og hann er alltaf lendur í Zagreb núna. Já, það er tíðindi. Er þetta rétt að hann hafi sofið yfir sig? Ég veit það ekki, segð þú mér. Ég hef heyrt það. Já, það er helviti gott. Er hann svefnburka ekki? Þú þekkir hann betur við hérna hinn. Nei, hann er bara topp maður. Topp maður? Hvað heldur allir topp menn svo aldrei yfir sig? Hann hefur verið að fljúa með hann að Croatian Airlines eða eitthvað kjátaði. Það verið senkun. Mikil senkun. En hérna, það kemur svo sem Anna Valsarinn, þannig að Þetta er Valsmafían. Þetta er ekki mikið högg fyrir Valsmafíuna. En hérna Sveinn Jóhans og Steven eru þá utan hóps. Hérna, byrjunarliðið. Þetta er bara sama á í síðasta leik. Við erum að, fyrir utan óðingjuminni fyrir Sigvalda. En ég er að segja að við erum að halda sama konsepti. Við erum bara að hlaupa, engin skipting. Og svo er það Unleash the Kraken meðan hálfleikinn þegar Gísli og Aron kom inn. Herri, Guðlaug Valgeirsson frá Hafnarfirði, þetta heldur hart skotinafli. Galt naflinn beðið betri byrjun á bóndadeginum en að vinna bónd í enniskeppninu. Þið vitið náttúrulega af hverju það setja menn fá Kollvík. Nei. Þeir eru svo lélegir að sleikja píku, það er alltaf ítaðum í burtu. Já. Svo var verið að segja að þessi komið í mig. Nei. Það er fössari. Það er fössari, Hagar. Það er fössari. Ég er að grínast þér. Ég veit það. Þú ert líka að fá hér, það er haldað þér þá eða ekki. Jú. Herru, Nafli. Já, þetta eru vefmálum mín. Ég held að Janus sé að fá allavega eina brottvísun. Já. Það er yfir 0,5 2 mínútur. Það stendur ekki Janus. Nei, en þetta er Janus. Ok. Það stend ekki, það bara verður að trúa mér. Já, ég trúi þér í alltaf. Og síðan er Orri Freyr, hann er að fara að skjóta oftar en hann er að fara að skjóta 4 sinnum á markið oftar. Það er bara spurning. Hann verður alltaf í þessum kringum 4-6 skotum.
minnstalagi og bara tristum á það, hann bara fari vel með færin sín og klári þetta. Bóndadagsvikan þung fyrir naflanum, við sjáum að hann komið niður í 50 eurur á hvert stöðum. Það náttúrulega að fara beint og Þorrablót, hann þarf að spara fyrir það líka. Herði, ég prjóna aðeins yfir mér alltaf örlífinn. Aron Pálmarsson yfir 4,5. Já, við erum sammálið því. Já, ég menn hann bara þannig gíra á honum. Hann búinn að vera sjóðandi heitur, það bara einhvern veginn, það svakalegt að sjá hann. Hann rosalega orka, Viggo á vítunum og bara hann tristir ekki Teiti. Ég vona Selfoss, maður fá ekki Selfoss hérna, sá ég þegar Selfoss tók Rikka G. Já. Á X-inu. Svaðalegt. Og rifa á nýtt raskat, þetta var rosalega lestur. Tekið þetta tilbaka, en ég held samt að Viggo sé að fara að spila fullt, hann að taka vítin og 5,5, þetta verður alveg, jú, ég held að en ég finnst samtalið línan á Teiti yfir 0,5 mörg, góð. Mér finnst það vel boðið. Ekkert af því, og Gísli Þorgeir, hann var að koma sér í færi síðast, hann endaði nú að skora 2 mörk, hann hefði getið skora 5-6 alveg leikandi, fekk hann nokkuð víti og svona. Gísli Þorgeirsson. Þetta er easy money þannig. Er þetta ekki alltaf að fara þetta? Og örlífinni líka, varst þú ekki með örlífinni? Nei, ég glimti því. En býttu. Sett á það, bara svo fyrir peppið. Já, þetta býttu. Ég er með blöð special. Ok, blöðlættur býða eftir sér. Blöðlættur býða eftir sér. Þetta er Stefán Rapp. Já, þú ert mikill veðmála fíkill, sé ég. Ég er veðmála hundur, ekki fíkill. Og hvaða leikmaður er þetta sem að... Heyrðu, þetta er engin annar en Elliði. Og þetta er gefinsbett líka. Og ég bara biðja allir að vaða vel á eftir mér. Já, Elliða. En við erum með síðan erum við líka með að Elliði fái yfir 2.200 eða meira. Já, við erum með það. Já, með það líka. Ég er náttúrulega ekki með glerun, sko. Nei. Sett og það er no shame að vera með glerun hérna. Var þetta rámt hjá mér, eða? Nei, ég Leo Sveinsson, það er ekki ótt sem eru 2 fasteignasalar í settinu. Við förum að spetur við það á eftir. Við sjáum mynd, það þarf á eftir. Akki er ekkert eðlilega hugulur í þessu átviti með mottuna. Þetta er svona Freddie Mercury. Ég fíla þetta, þú ert miklu bara sexy svona, ekki? Já, helvítið sexy. Ég var til að sjá þig fara. Já, síðan er ég. Akka Bix. Já, Rólfur. Já, Rólfur. Ég er með loyalty bet á minn mann Björgvin Pál að skora 1 mark. Þeir náttúrulega spila mikið 7-6 Króatar. Og ég gæti alveg verið að Viktor náttúrulega búin að eiga geggjaða leiki að Bjöggi komi inn á og hann vilji fá þetta í það. Síðan náttúrulega Gísli Þorgeir, eins og við sögum, hann er búin að fá fullt af færum og setti bara slatt á það, hann skorið 3 mörk, gullfallegt. Og síðan setti ég smá svona skemmtilegan léttan seðil, bara Ísland örlífinn og Noreg vinnur fyrrháleik með 5 mörkum, -4,5 á móti Chile, fá 1,80 stöðul, mér finnst það eiginlega bara gefins. Ég held að þetta verið unnið í hálfleik, þetta bet sko. Eru líka fyrir það sem taka Bjögga, Viktor Gísli er sko með 9,1. Við vorum bara að hoppa það rétt í þessu, það er bara stöðulega 9 á Viktor Gísli grítin einu marki. Mér finnst það eiginlega fáránlegt. Það er bara eina það ef hann hittir ekki marki sko. Hann á pottit eftir að skjóta hann yfir. Ég færi hann að mæka alltaf í burta. Hann kom alveg í feysa. Hvort er naflinn betri í gellum eða betta? Ég get sagt ykkur það, hann er ekki frábær í bettanum, þannig að það er nokkuð auðljóst hvað svarið því er. Já, ég var á Mar Seafood í dag og það voru góðar gellur. Talandi gellur samt sko. Ég er með góða mynd hérna á eftir held ég. Ég veit ekki hvort þið klára eitthvað góða mynd eftir. Förum eftir í það. Þetta er við blöð special. Já, þetta er það sem mikið þurfum að ná fyrir leik. Ég veit að sjáum þetta. Þetta er svolítið seðli sem ég er að treysta á. Blöð special. Það er sem sagt Króatía verið yfir í hálfleik en Ísland vinnur leikinn. Þetta er það sem blöðurinn getur mér. Þetta er skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er ekkert eðla mikil á leikur og slóvinarnir gerðu okkur engan greið á hann með að ná ekki allavega jafntefli á móti Egyptunum, voru svona mjög nálægt í. Búlis eru með hérna eru síðustu leikir reyndar á móti Króatunum. Við sjáum það að við unnuð á síðasta EM og við skoraði 6 í þeim leik. Töpuðum svo fyrir þeim hérna á COVID-mótinu fræga. Þá held maður að það væri nú að klárast það mót en heldur betur ekki. En hérna, ef við förum að við stöðun í riðlinum, sjáum við þetta. Við sjáum að við erum efstir þarna með 60. Egyptar eru búin að jafna okkur. Og við sjáum það, Egyptar vinna Króatíu með 4 og við unnum bara Egyptuna með 3. Segjum sér svo, ef við töpum þessu leik með 5 mörkum, þá erum við komnir í alls konar vesen. Já, þá hefur bara séns að fara ekki áfram. Það er bara þannig, þá er þetta komið svolítið úr okkar höndum sko. Nú er ég svo þakkláttur fyrir þetta endurskoðandi sko. Já, þannig að þú veist, þannig að
bara við vinnum þetta, það verður bara veisla, það verður bara klárt, þá vinnum við riðilinn og stutt á milli þessu. En við töpum með 5, skiptir þá engu máli hvernig við vinnum Argentínu með það? Nei, af því að það bara innbyrðis á milli þessara 3 liða, en þá eina sem geti slitið okkur úr snörunni að Slóvenarnir vinni Króatíu. En Slóvenarnir hafa enga keppa einhvern veginn. Já, þeir eru bara komnir í póker og kaldan þarna, þegar þetta er að fara. Já. Síðan þetta sóknarleikur rétt ára þetta byrjar. Hver er svona, Viggo náttúrulega búin að vera bestur hana? Viggo og Aron hafa verið. Sjáu þessa nýtingu hjá Orra Freysamt. Já, 90%. Úr 90 mörg sko. Já, við viljum hafa orðna með 90% nýtingu, það ekki Stefán? Gúli skipti fengið aðeins þess að mynda aftur hana. Aðeins það sem við vorum með. Maður sá maður aðeins að ég reikna hérna as we go. Býtu, jú, Slóvenarnir hafa alltaf að keppa, við endum alltaf í 8 og Egyptanar í 8, nei, þá er þetta game over, skilur við. Það er bara í vesinni. Þannig að þetta verður helvíti erfitt ef þetta fer illa, þannig við verðum að bara helst að klára þetta. En þetta er vonandi bara að haldi þetta það sem heldur hungri leikmanna gangandi og menn fara bara full fórsýðina leik og eins og menn hafa sýnt bara í síðustu 2 leikjum. Það bara hafa verið drullu góður og það lítur þá bara að halda áfram ekki, Stefán. Jú, það er svona einhver ára yfir þessu. Og það er líka bara eitthvað svona smá geðveikja, við erum að sjá bara grimmari varnarleik og svona einhvern veginn miklu meiri stemmingu finnst mér. Já. Það er bara ekki spurning, svo erum við með Agga í settinu hérna. Já. Þetta getur ekki klikkað. Varnarspecialisti. Er Hjör með pappa Helgi Hátinu? Nei, hann áttur að búið að gera bóndadaginn ólulegan og það er þorrablóti á Kópavogi. Já, hann var enda með... Nei, hann er að tala um annað, hann var að tala um hérna í Hátinu. Hann var enda með naflanum sínum í Hátinu í dag á Mar. Pappa Helgi Hátinu, hann með mér, tók mig og Sigga Bond á Mar í Hátinu. Herra, ekki svo að fá hérna þeir sem að horfa hendi setup á X-inu. Hashtag HMSO. Jú, það er stórt. Er ekki besta setupi, heldur við fáum ekki leiði á amma og það? Já, við tökum bara það besta leiði. Það er amma og besta setupið. HMSO, X. Það er Þorsteinn Leó Sjensen í kvöld. Sko, ef að Dagur og Gunni Maggi náttúrulega með honum að greina. Já. Þeir eru gjössalega búin að, þú veist, alltaf bakka á Gísla og eitthvað svona. Aldrei að vita nema... Ég held að hann kom inn á í dag. Já. Eða kvöld og... Herru, þetta er byrjað. En já. Leikurinn er byrjaður. Sveið mér þá! Gunni Magga er að leikreina, ég veit ekki hvernig þetta er, leikreina fyrir Króatana. Það er svona... Já, maður er búin að gleyma því einhvern veginn síðan. Öðurlandssvikarinn. Já. Þetta er svolítið skemmtileg koncept að ætli í mig fara út á eftir 4 mínútur aftur. Ég sett á hann. Þú settir á hann? Hann reyndi að gaf okkur síðast, gaf hann okkur sko örlífinn og 1 yfir 0,5 sko. Við svimar ennþá. Þetta var rosalt. Janus er alltaf búin að sterkur í byrjun. Já, hann er svolítið að koma krafti. Síðan Dagur, eru þið búin að vera að spila 5 með Króatíu? Ég er ekki búin að horfa neitt á það sko. Þetta er vörnin þeirra sko, sem að hafa alltaf spila bara með eitt fyrir framann sem að hangi bara og heldur svæði. Skjóttu hann og hefur skorað á svona færi. Þetta er alltaf vörð sem þú gerður að lískreina ekki á sínum tíma. Já. Ég ætla að segja, eru þið ekki grimmir að stela bakverðinir og þetta? Jú. Hvað þá Gunni Magga leikreina? Hann var... Já. Við ættum að þekkja fleiri núna. Ég veit alveg slatta liði sem er farið út núna. Heldur betur, við Stefán, og þekkir einhvern í stúkunni sem hún sér, þá kallar það. Já, ég þekki fullt af fólki hana. Alveg heilan henni. Kannski ekki, þú erum búin að selja öðrum hverju manni í íbúð, þannig kannski ekki, ég selti þessum í Fannborginni og þessum í... Ég hringdi einn á hann var að fá samþýtt kauptilboð. Það var hann úti. Hann gætt lítið talað, hann lá bara fram á borðinu og gætt ekki svarað þessu. Hann var hann svo fullur. Þetta er bara frábært. Þetta er bara alveg frábært. Ná ekki að klína þess á þetta. Já, setja góða prósent á þetta. Herru, er Hjöppin að fagna sigri á Berl og Bryntinni eða er hann mók? Er það ekki bara bæði? Hann er allavega að fagna sigri í Battle of Britain. Það er kátt í hjalla þar á kallinu. Það var rosalega sigur í gerð. Já. Maður held að þetta var farið. En þá mæti Bruno. Já, þetta eru töfrar Evrópudeildarinnar. Bruno Fernandes. Já. Þetta er með þetta, var þetta ekki eins og þú segir, þetta kaftin skól. Já. Þetta er vel skoti hjá hann. Þetta er svona orraslút. Þetta var hrikalega vel skoti. Þú varst náttúrulega þekktu fyrir að leggja hann upp í hornið eða ekki? Þú varst í horninu alltaf? Jú, ég var í horninu. Þú varst í horninu? Snúlukall. Já, bara snúa. Þú varst alltaf hávaksin hornamaður. Risa stór fyrir að hornamaður. Þú ert svona Jónas Sjálman skólinn. Já. Ég spilaði með honum í 4 ár líka. Þú spilaði með hann? Það var í pikk, nei, hvar var það? Í pikk, já. Jú.
Þú ert búin út allt sko. Já, strákar Talandum Pitt Sjáu þessa sendingu hjá Janusi Þetta er rosalega Og haukarinn og kattinum hérna Hann lítur að fá í hann að sjá þessa tvo vinna saman Ég sko sjáu þetta Þeir eru búin að pröfa þetta komin og óvænt Ég hef ekki séð hann taka þessa sendingu Nei, án gríns Nema bara í haukum þegar þeir tveir voru saman hann Bara í æfingarleik Þetta er Snorri, hann er svo góður að lesa í liðana Hann þekkir það, veit bara að þekkjast Snorri er náttúrulega, ég hef mikla trú á þeim manni En var Orri komin í einhverja mínútur þegar Janus Var Orri nokkuð komin eitthvað upp 16 ára eða eitthvað Nei, það var ekki komin Er ég búin að sjá núna Nei, Er ég búin að sjá núna að Bjarni Fritz er að segja Orra óstöðandi bækunni að það er eftir Orra Það er eftir Orra Býtu það? Það var eitthvað að segja Það var einhver sem Það er svo helstitt Ég held að þetta væri Orri Freyr Gíslason Píparinn Heyrðu, píparinn Ég hringdi í píparinn daginn og ég var að fá svona hérna upp á Snapchat núna Píparinn heitir hérna Orri Massi á Snapchat Já, það er hauga lígi Nei, ég get svo svara Já, ég er að segja, hann er ekki Massi Nei, ég get svo svara Það er stemming í Króatornum Það er ríkalega stemming Það er randi, þeir vita líka að þetta er svolítið leikur sem getur komið aftur inn í þetta mót Þetta er doldið sko, þetta er líka hvernig meðhöndlað allan áhorfendafjöldan Þeir eru nýkomnir úr Vodafone-höllinu 12 manns yfir í bara 15 manns Ég held að Dúnjak Var þetta ekki Dúnjakin? Þetta var Dúnjakin, þetta var Dúle eins og það kalla hann Dúlei Og Mario Sjóstarit, þeir voru hana saman Grimmur í mér, gott Var hann ekki með Aron í Kíla? Jú, 2 mínútur þeir voru saman Það er guldspjald Kynntist honum eitthvað þar eða? Verstar Aron? Nei, þú veist þú? Já, bara svona fínt sko En Aron þekkir hann alltaf vel, þeir voru mikið saman Herra, hann er bara skýslu Heldur þú sjáur eitthvað með þessu? Nei, það er ekki, ég er búin að prófa, það er ekki styrkur í þeim Ég er búin að krefast, ég er búin að beða mikið um það Fá svona fín íslensk glerum Komst Ponsan í skransölun út í Sko ég hérna tæmdi skransöluna þegar ég fór til Malmö 2020 þarna á Ísland-Danmörk Þá tók ég sko hérna trallhatt sem ég tók svo með mig til svona geggjaður trallhattur sem ég tók með mig til munn hérna núna síðast en ég hef sennilega týnt honum þar Ég held hann ekki komið með mér heim Manstu eitthvað? Já, svona smá Svo var svitabandi Það er fyrsta gula Og svo málningin á Ísland Yellow Card Iko Karasic Þetta er svo gæðveikt konsept sko að vera með trallhattinn og svitabandi Áfram Ísland Það er líka mikilvægt sko þegar þú ert komin þetta er svona eins og þú ert að labba inn í dalinn á þjóðatíð og svona lendir óvart í skransölunni og endur á að tæma sjófuna sko. Þú veit aldrei það Það var það sem ég lendi í Já, svona reyni ég alltaf að taka svona sveig fram hjá skransölunni þegar ég labba inn í dalinn en þeir náðuðu mér þarna, helvíti náðuðu mér Það endar í pulsusjópinu eða ekki? Það er sveigur Ég er lefnilega lendi í því, ég fæ mikið að pulsu Pulsukall, en hérna, þetta var leikurinn þegar hérna við unnu Danina Góttu með einni viðbútt líka Kaffi Þetta er bara unni bolti Kongurinn er mættur Það er komið sæning í sófan Kristoffer Davíð Sigurðsson Hraði, velskotna Nei, 2 mínútur Mættur í sófan Með Kenny, það er þetta cowboy mentality Beintið twister Ánæði með Janus Arnarsson, bara keyrði þetta upp sko. Mér finnst hann búin að vera örugur í annari bylgjunni líka Mér finnst hann búin að vera góð holning hjá hann Hann líka með ermi á annari löppinni núna Svaðarlegur Minnum líka hérna á bóndadagstilbúðið Dokktilbúðið núna, það er 2-fall í dag Þannig að þið leggið inn 40 og fáið 100 Heldur betur, það er rosalegt Farið að undir veski mitt þarna Já, það var mitt margir verið ekki fatta þetta En hérna, já, veski mitt Leggið 40 og fá 100 Já, þetta er rosalegt Hvað er að gerast hérna nafli? Herru, Janus, þetta var ekki gott Herru, Rað hristi naflis yfir markinu og Bruno í ger Ég? Nei, ég? Já Ég veit ekki hvað var að gerast þetta, ekki spyrir mig Akkur byrjaði þú að kíkja þig? Nei, ég hélt að var að tala um mig Veldu eftir Ísak Hvað er í gangi? Herru, þetta var alveg slútt Takk Šibic En já, hvað þú varst að tala um eitthvað tristing Hvað Já, segir þú var Rað hristið yfir markinu og Bruno í ger Nei, ég gerði það ekki Varstu heima hjá þér þegar hann skoraði þetta? Ég var heima, en hérna ég bara Janus, Stefán Ég hefði þetta rósanum meira Í sófanum líka og buxuna voru bara á sko Þetta er bara frábæð vörn, þetta er vel hlaupið tilbaka Þetta er eitthvað sem við þurfum sko En uppstildu sóndaleikur Man líður ekkert vel núna Nei
Sjá, þetta rosalega skemmtilega. Erfitt að skammast út í svona mark. Sjá þessan kongin fagna það ykkur holning yfir honum alltaf. Mér finnst ekki Óskapjarni Gunni Magg. Ég ekki frá það hárgreislan og Gunnar Magg gerir mikið heil brú yfir hann sama hvað hann gelar það mikið niður þá alltaf upp það rosalegt alltaf, hann nýkomnur sturtur samt komið hreiður það rosalegt magna það Roki sem að blása þetta? Ég farin að halda það blæsi þetta sjálfur með annarkort það eða hann bara með versta klippara í heimi Ég ekki að klippa Nei, við vitum það náttúrulega þá væri hann ekki með hreiður annarkort þarf hann að bóna hann vel eða láta hann safna þess yfir þetta sveipinu, það ekki það? Býtu tóku þér að leiðu bara... Það dæmdi ekki. Herðu, við erum að tapa með 3. Þetta er ekki gott strákar. Þetta er náttúrulega hvað segir maður, síðasti naglinn í kistuna fyrir dag, þessi leikur. Já, hann bara getur glimt í að koma heim. Þetta er samt fótur. Já, ég held það. Sko, núna, nýju reglunar talar fót á Ísland. Nei, þú veist bara hann fer í fótinn á hann þegar hann er að taka, þú veist hann... En segðu mér það nýju regluna, það er alltaf... Það er alltaf eitthvað nýtt eitthvað, núna er þetta, ef þetta er fótur eitthvað og hefur ekki svona einhver áhrif þá bara halda áfram. Er það komið? Eitthvað svona eitthvað algjörð þvæla, sko. Bara hagnar... Ég er náttúrulega ógeðslega leiðilegur, ég les dómarabókina. Já, vel gert. Í mimir! Já! Hann klárar þetta bara strax! Takk fyrir! Ívar Gíslason! Geðveik sending. Þetta er 4. skotið á mótinu. Hann er með 50% nýtingu. Það er að gefa pening, maður. 1,5. Nei, yfir 0,5. Ég held að stuðlan hefur 1,8. 1,8, já. Semst Óskar. Já. Herri, Óskapinni átti reynda að panta. Hann skrópaði klippingu. Hann átti bakaði klippingu á Sverri Diego hliðina mér í gær. Nú. Var hann ekki að hafa fyrir því að cancela því? Nei, hann bara sendt 50% skrópgjald. Var hann búin að gleyma því að hann var að fara á HM eða? Ég vissi ekki að hann hefði farið út á æfingu ég eitthvað, fór Óskar út? Já, hann fór í morgun hann sagði við okkur eitthvað ég er svona pælaði mögulega að ferja út Já, svona hugsalega mögulega Þetta er Hann er ofpeppaskallinn Hver er að skemmta á Þorvalóðurinn? Þetta er ekki gott Það er hérna Þorvalóti Kópavóks þá er Eva Rúsa og Siggi Gunnars Og Rjóstöðandi Ég segir það, alltaf hann setur hann í fjær hann skorra, hann er ekki bara að klúðra í fjær Nei, en hann er líka bara búinn að skjóta 2-3 nær af 19 skotum fyrir leikin Nei, 19 mörkum Nei, 19 mörkum segi en þú veist, markmaðurinn les þetta samt að hann er pottið að vera skjótið nær Já Sniður strákur En svo erum við líka að gleyma því að Dagur er Íslendingur og hann er pottið búinn að mótira sína menn sko, hann er búinn að gera það mjög reiða Við sjáum það bara á þeim Gætu þú þá séð að einhverja 2 mínútur Er það ekki? Herru, þetta er framhjá Já Er Viktor búinn að verja skotið? Nei, ekki einn Og Ísland er ekki komið 2 mínútur heldur Þannig að bettið hans Agga er að fara að detta Björk er að koma inn á Þeir fara Já Þú ert alltaf aðeins og undan Eru það timeout? Nei, býtu Þurka boltan Sjö, þarna fara að þurka líka boltan Það er skipti Það er bara unleash the Kraken bara strax Já Og fáum við eitt snöggam Gísla Þetta er samt búið að vera dálítið svona Hann er bara með þetta lið og þetta lið Já, það er bara gameplanið, mér finnst þetta bara geðveikt Já Þetta er alveg töft, en mann heldur alltaf Viggo Já, það verður bara Já, af því að hann reyndi að halda teitana með þeim í þessu til að byrja með það gekk ekkit svo vel Nei Passa þess að tala vel selfisinga sko. Já, ég er ekki þetta lítlum mann sko. Ég er bara að segja að það gekk ekki Ég er ekki búin að sofa í vikunum Fótur Ísak er hérna, hann er að ná í borvélina hann er frá að bora í hnýjaskiluna En svo uppstilling virkaði ekki vel Þetta er afleitu sóknarleik Nei, þessi ákvörðun hjá Gísla er bara afleitt Þetta er verið að tróðunum inn og einhverja bak-við-bak-sendinga alveg töff að virka einu sem þú ert ekki að reyna alltaf þá sko. Við erum með 4 tapaða bolta á fyrstu 10 mínútum sem er bara allt og mikið og samkvæmt þínu kokkabóðgum Nei, það er að skalla hérna borðið Ég get ekki gert þetta pöntu það bara kemur naturally Sko, nú vill ég bara sjá Snorra Það er rosa erfitt að halda rosalegri stemmingu hérna svona Var ekki þetta betta early lose? Þú gasta Þú gast sett á Króatíu En ég hef sennilega grýtt öfum út En þeir eru að fara að snúa þessu En ég meina, hei, betti mitt Króatíu yfir í hálfleik Blöðbettið Er það stuð lakkir í svo ofan í kvöld? Já, ef við vinnum þá er alveg þokkalega Þá er ég að fara í þennan Þú veit það
Blöðbett, sjáu Blöð Special Króatía Ísland 9 Þú ert aldrei naskur þarna sko Herðu, við erum ekki að fagna þessu bara 10. mínútu Gísli, fara í gegn, herðu En þessi vörd sem er að spila á okkur við erum í vandræði með hann við erum bara í hörku vandræði Aron er komin alltaf langt hann út einhvern veginn Við erum bara búin að vera á móti 6-0 Kittil fyrir auðvitað Sambílun og Grænuðum og 11-milun á Kúbu Orrin á Sjö, nær drengur Við verðum að skjóta þennan í gang Kuzmanovic Þetta fyrsti var í boltinu á þeim Já Stefán, hefðu við ekki farið þennan snúning hérna hefði það ekki verið best Við hefum duttað hann út fyrir En hann lofthendan Það er enda gott hjá hann Taktíst Hamran í maðan sko. Hvar er hann aftur? Er hann í Gúmmesp? Nei, hvar er aftur Kuzmanovic? Sko, hann átti frábært mót síðast Já Og ég veit í hvert hann fór eftir Ég var einmitt að hugsa Jú, hann er í Gúmmesbakk Hann er í Gúmmesbakk Hann er hjá hann Guðjóni Svo Björki Minn maður kominn inn á Og hann byrjar á því að verja hann inn Sjálfsmark Herðu Ég vil fá var Æja, það var hann að liggja eftir Svera skynsam Koma strákar Það er högg í andliti Anskotin er þetta maður Nú væri til að sjá timeout Ég væri bara sjálfur til að fara í timeout Þú bara tekur þú timeout vinn Hvað okkur þú að öskra á hinn og þennan Þetta er beint Björki var bara að gera betur Nei, menn hann leggst bara á stöngina Hann hefði getað að kasta bara hvert sem er í markið Og hann hefði endað inni En er þið búin að sjá Dagsson að trillta náður á mótinu? Hann er sko Hann er snaruglega Þetta skiptir að miklu máli Þetta skiptir að mjög miklu máli Herru, það er ekki að fara að henda steina inn og negla sér upp Fá skotin breytt bara Nú fáum við bara breiðar klippingar Þegar við erum eitt, það er einu vitið En já, það er Nafli, hvað heldur Snorri sé að segja núna? Ég er nefnilega ekki með hljóðið á þessu sko Nei, ekkert frekar en ég Getur þið lístið fyrir mig? Þú þekkir hann samt aðeins betur Já, ég var til að heyra naflan að segja Nei, ég meina, ég væri þetta Við bara segja bara drullast í gang Þetta er bara búið að vera mjög lill Þeir eru að láta þá bara berja á sér Mér finnst þið svolítið bara vera að henda sér í faðminn á þeim Það var að reyna bara fara í alvöru árás að krafti og drulla boltanum á markið Hann er ekki múin að verja neitt í markinu Passi bara betur upp á boltan og komi honum á markið Þeir eru mættir með sundtettunar og waterpoloið Já, það er þetta geðveikt Tróða maður Hvað er prófa waterpolo? Hef ég? Já, þú bara, ég held ég myndi drukna eða drepast bara Það er sami hluturinn reyndar Þú ert í marfaðunum bara í endalust Þetta er algjör viðbjöður Ég var alltaf aðeins að dífa tánum í jörðina Þegar maður sá þetta sem krakki þá held ég alltaf að næðu hérna til boss niður við erum heppnir þarna Við erum bara heppnir, þetta er alltaf eitthvað svona tróðningur sko. Já, mér finnst að Aron er farin að koma með lélega sendingar Nei, þetta var ekkert lélega sending Við erum bara að halda elli Við erum ekki með nóg að þótt þið þykir ótrúlega vænt elli Við erum ekki nóg að hrusta menna 0-9 Já, þetta lítur ekki vel út Þeir eru með 3 Þarna Já, Tjóðlega góður Hann tóð sokk upp í mig hana Upp í mig Sjö, stemming, Dagur tökur timeout Það er bara allt í mólum í vörninni Dagur var ekki að taka Nei, ég segir svona Ekki, þú varst nú að spyrja, hvernig típ er þessi strákur? Elli, þetta er algjör öðlingur Hann er hrótt inn á allar Síðan algjör öðlingur Pappa sem málari, kendi mér að mála og kýta sko Síðan er hann, hann náttúrulega fann sér bara vel Sjáðu Óskar Gott undir kottanum hjá konunans Og hann bara hefur það mjög gott Hvað áttu við því að hún har nógu cash Já, eitthvað tengt því, það myndi ég segja Já, minn maður Daniel Freyr Þetta fyrir alltaf í vasanum í honum Nei Lilla Vassland Vikko er farin að klikka Við bara erum ekki nála til að verja bolta Er hann ekki aðeins svo fljótur að taka Viktor ekki slúta við? Hvað finnst ykkur? Jú, kannski aðeins En kannski er þetta líka taktíst Kannski er þetta líka taktíst Þannig tekar hann út af í 5-6 og sér bara ok, ég bjöggi onnit eða ekki og þá fær Viktor Gísli smá svona Sjáu ekki svolítið í þessari sókn Það er náttúrulega komið early win á Króatíu Og við ætla rétt að vona enginn að setja það Já, ég meina bara admin og epic Þeir eru ekki að fara að greiða út En við erum konum með lausnin og sóknarlega finnst mér Við erum byrjað að stilla línumanninum hann upp á milli í miðinni og Sjöðu ellið fyrir hana eða komast ekki út Er þetta ekki bara vottar sjálfströðsleysi? Hann bara horfði ekki á markið Sko þetta hefur aldrei verið góð hugmynd að vippa honum niður í hornið Það bundra maðurinn ekki í gólfið bara á hann Já, en hann var líka bara komin sjálfur í gegn Já
En sjáum við erum að spila á móti liði sem gjörsamlega með baki uppi vegg. Nú byrjar að pakka bara, niður. Nú ætlar að lega okkur að byrja að skjóta. Ég minn, eins og sagði líka á það, við viljum ekki tapa, ef við erum að tapa þessu leik, ef þetta enda svona, þá viljum við tapa með 4 mörk. Ef þetta enda svona, þá þetta ekki í okkar höndum lengur. Nei. Þá erum við bara átt. Sem sorglegt, sko. En sáu þið þetta? Gísla lapp út úr tegnum, sló hann í bakið. Þeir byrjað að æsa helvitin að þeim. Við þurfum að ríða okkur í gang. Nú farar aftur, sita ellið þannig að Aron sækir á. Já, kemur hérna, innlýsing frá Kemur Aron. Nei, akkur stekkur ekki Aron Pálmarsson upp og skýtur þetta á markið. Já, hann þarf að taka eitt skot, þannig þeir byrja að stíga upp í hann og þá getur hann byrjað. Það er 12-5. Þetta 700 línusendingi sem klikkar, sko. Já. Þú veist þarna, skjóftu á helvitist markið, maður! Þetta lína. Djúvillig heittinn inni, maður. Djöfullin þetta, maður. Þetta er ekki nóg gott, maður. Þetta ekki hægt. Nafli. Kottu með eitthvað hérna, skýringu á þessu. Já, ég bara botna ekkert í þessu. Skjóttu! Já, maður! Þetta nákvæmlega svo að það gera leikur! Sjáðu það, það læti í kallinu í dag. Þetta bara nákvæmlega sama situation og í sókninu undan. Rífðu þau upp. Ég heldur að losa spindu og þú fá heila blóðfættir. Það kemst ekki út úr hérna. Nei, þetta er losaðu bindi. Losaðu bindi. Það er orkan leikur. Losaðu bindi. Strákar, nekti sóknin, nekti. Komið með fleiri kanta fyrir naflan. Nei, hann kann ekki gera annað en bindist. Nei, ég sagði það á hann, ákveður þetta með hann svona stífan, hann sagði, ég þori ekki að losa. Hann þetta bestklæddi sjónvarsmaður. Ég fer að setja, gefa akka 2 mínútur, setja Kristofur Dag inn og... Herru, það var þið! Stöngin var þið. Það ekki ótt sem að það voru stuttur. Og lengra hotnið, orri! Fjær. Gaf í fjær! Þetta! Betón, hver á með... Þetta er ekki eitt í viðbútt. Hver á með Orra? Ég á með Orra. Það Hvað sér þau? Já, það vildi stemningu. Það er besti vinnur hans Birkis Bullish. Birkir vildi bara stemningu, en ég... Heyrðu, sáu milli handlitana. Sko, ég er hrifinn af þessu. Þegar farið inn á hotninu, bomba á peruna, æsaði hann síðan. Er þetta geðið að vera með steppina? Þau erum eiginlega bara að fá færa á hotnunum? Já. Bara fá greiningarnar bara? Ég held að Steppi sig svo leikmaður í Íslandi sem fengið flest rauðspjöld og ekki bann. Er það ekki rétt hjá mér? Alltaf Aganendi kemur saman á þriðjutum og það Stefán Rapp, segjum að svona fekk bendum á stig og eksandi en þetta voru rangi dómar það var sér að sér sko Já! Er lína? Þetta hljóður að vera eitthvað lína eða eitthvað djöfulinn maður Þeir eru búin að fatta leiðinni í dögga Vippa Já, það ekki Sérðu þetta, fáum varimbolta hvar er grimdin á frákastinu Jesus maður Ok, frábær En af hverju eru menn að hlaupa upp þarna? Njema Erum við að prófa þetta í hálfleik á því? Já, við skulum kíkja á þetta Njema, eins og rauður í maður munið þegar Maggi Mix var að renna sér Býtu, hvað var hann að tala um Stefán Rapp og Bann? Býtu, hvað höfum við hér? Býtu nú við Stefán er hryggjarleika Býtu, hvað gerður? Stefán, hvað gerður þarna? Ég maður það ekki Hryggjar Bann Ok Ég er lesblindur Úrskurðar í þriggjarleikja bann sem kom til aukafundar í gær vegna 2 mála sem ekki tókst að ljúka reglubundnu fundi nefndarinnar bla 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 ok, getið skróla niður Stefán Rapp hlaut mjög gróðrar og ódrengilegar hegðunar eftir leik Hauka og Grótti í Ólisteit Kalla 15.23. mars Síðan er myndana Skalla eru sérfræðingin Nei, ég hljópi gennum miðjuna Var það ekki það er náttúrulega mjög ódrengilegt Nei, þú veist þetta er náttúrulega það þarf að fara að rista upp í dómar og þetta og eitthvað skrólegast þegar Þetta er ekki hægt Já, nei, þetta er eitthvað annað Þannig að IBF kærði 18. leiki sín á 12 mínútum Einhver elskar góða og dómsmál þar það EMN Pælið í þessu samt eins og móti Haukum daginn Eigum að ræða það Já, Stefán, segja okkur Þetta er bara lélegt að vera ekki með klár með skýrslu Þetta er bara á Haukunum Algjörlega, absúrt Að drulla svona harkalega svo skítapa leiknum og vilja taka þessu svona Það gerir ekki bara allt til að vinna Sigur, herru Þetta er low Þeir unnu með 2 En ef að Kári mætir í skýrtunni í byggarleikin þá kannski Ríkarsson Þetta var alveg Þetta var mjög lélegt skot Tæknilega sé vann IBF leiki með 2 Þeir unnu 10-0 sig og töpum 8 Ertu Haukamæður? Fáum ekki replay Nei, það er ekki bara ágætt Þetta var alveg góður Þetta er svo
og það, vinstri hotnaði búið að vera svo geðveikt á þessu móti eins heitt og það búið að vera þá er hægra hotnaði búið að vera ótrúlega kall. Það er endar hárrétt við erum lítið búin að pæla í því. Nei, það er bara búin að vera non-existent hjá okkur í þessu móti þessi staða sko. Það er eiginlega þannig. Og er eiginlega staða sem Sigvaldi hefur alltaf verið frábær sko. Bjöggi á nær þarna, þetta er bara, við verðum bara að gera kröfu á Mario verji þetta. Þau eru ekki bara að henda Viktor áttur inn? Jú. Við verðum bara að gera kröfu á það sko. Nei. Víti. En býtu, Viggo Fiska, tekur hann? Þetta er eitthvað svona mýta sko. Já. Er það ekki það? Jú. Ég er talsmaður að einhver sem Fiskar tekur ekki sko. Já, ég baði það einum dag. En þeir gera, nei, þú vorst að tala um að svo sem Fiskar á að taka. Já, ég er sammála því. Körubolta. Já. Af hverju þú sammála því, Stefán? Þú varst oft vítaskýta. Já, mér finnst alltaf svona einhver sem að Fiskara, hann get ekki tekið vítið það því það hafa hann eftir að klikka. Bara sjáðu. Tjúvill er hann góður í handbolta þessi gaur. Þú erum ánað með þetta, Stebbi. Siggi Dan. Þeir vantar 2 viðbót. Þreytt að keppa móti Stefán, ég veit ekki hversu oft hann setta hann í kringum hausinn á mér. Ég maður þegar þú mættir þetta fyrst heim átna eftir, þú komst bara beint úr mennskunni. Já. Og mætti með svona atvinnum hann að slútt og það var bara markminn þetta heima, þeir bara höfðu aldrei séð svona sko. Alltaf peruna. Já, þeir bara lokuðu augunum og bara zip. En svo byrjaði einhvern veginn, sástu það, þegar markmannsþjálfarinn, hvaða liðið var það? Ég mætti á móti þeim og þeir hafa búin að teipa augnlokkið. Þú veit ekki lokka augun. Það er þetta geðvikt. Já, gripinn bolti. Hvað? Jesús maður. Já. Upp, yfirtala. Skynsamir. Herru, var hann skrifum hann maður. Með rauning. Þetta er rétt. Stýtti sér leið. Sækert mínum kokkabókum þá þetta er rétt. Já, samkvæmt mínum dómarablöðum er þetta víti. Bara hárrétt og ekkert annað. Þetta er bara frábærlega dæmt. Þetta er rétt, já þetta er rétt. Þetta er bara frábærlega dæmt. Hvað gerir Viggo núna? Tekur Naftu sama slúttið að fyrir hann? Ég held að hann fari þannig að feikið og svo eins og hann sé að hoppa feikið og tekur á þriðja. Er það ekki? Og tekur hann niður að hægra megin. Ég held að það sé 4-4 á mótunum niður að hægra megin. Feikið tjóðu mikið. Já. Feikið tjóðu. Þið voru með hann yfir hvað? 5,5. Nafli, hefur þú feikað fullnæðingu Herru, þú kallaði þetta. Já. Þetta var annað. Býtu, er hann komið 2? Hann er 2. Hann klúraði hann úr hóttan. Já, var þetta ekki Haukur Hjaltalín hann klappa upp í stúkur núna? Já, það er svoleiðis. Mér sýndist það. Alveg potið. Er Bolli komin heim? Haukur Ingi Hjaltalín. Hann er alveg topp 5 mínum upp á Hjaltalínum. Já, þeir eru nú allir góðir. Já, svona miskóður. Já, ég hef mest gaman að nafna mínum. Já, þar erum við sammála. Það er meistari. Það er algjör meistari. Hann er nummer 1. Hann er langflótast. Já. Það er no contest. Í raun og veru, sko. Já. Herru, hérna? Nei, 2 mínútur. Fyrstu 2 mínúturna. Það er Viggo, já. Herri, vel gert, Aggi. Þetta var ég með það. Ég er allavega með það í símanum mínum. Þú var glemt að setja inn. Nei, þú kólaðir þetta. Þú kólaðir þetta. Sjá. Herru, hérna nenni að strákar í sófiðin, nenni að finna eitthvað sem á með Viggo. Ég setta inn doldið seint inn á chatið á okkur. Þú getur ekki dunnið þetta. Aslandi, þú vinnur þetta, sko. Agnar, þú ert ekki að taka þátt í YouTube-leiknum. Hvað segir þau? Býttu, er hann að reyna að ljúga síðan? Það fær bara 1 500 € sem að Já, það fær bara 1 500. Já, það er bara 1, þannig að Ísak ætlar að velja þetta fyrir okkur. Já, Ísak sérum þetta. Ísak, þú ert að finna út. Ísak Gústason, selfisingurinn Geði. En Stefán, þurfum við að fara að hrista eitthvað upp í varnarleiknum? Ísak, getur rétt með síma með? Það er góð spurning. Við erum, sjáum aðeins til. Við erum aðeins... Nei! Jó, við erum að fara að hrista upp í honum. Sko, veistu hvað ég væri til í? Ég held að líka segja hann búin að vera að æfa hans Snorri. 5-1 með einu þóstu fyrir framann. Ég var að fara að segja, bara til að hræra eins upp í. Akkur ekki. Hann gerir það. Það er bara... Ég er ekki stress, sko. Það gjörsanlega verið að hæg... Ekki bara rífressinu. Eld okkur. Ég var að hlaða síman henni gegnum rátarinn. Anskotin. Ég held að... Já, Viggo... Já. Þetta lítur ekkert frábæl út í mér en það er nóg eftir. Það er nóg eftir. Hvað getur nú alveg klukkaði 5,5? Ég þú ekki að ómaklega rögglega því. Ég held bara að Öddi Blöð sé að fara þetta. Já, eða ekki? Jú, ég held það. Eru þau ekki bara helviti glaðir ef Blöðar en dettur? Jöfull erum við glaðir með. Já. Það er ekki stress, en ég setti á, ég 66 júlur á
En pælingin að setja Hauk þannig inn í staðin fyrir, þú veist, Þorstein Leó Herðu, það komið vinner Það komið vinner Vinner að fyrstu þar Aron Eli Kristjánsson Kóngurinn Ég held að það var eftirnafn Já, það var Viggo sem fekk Aron Eli Hann ekki Kristjánsson Aron Pálmarsson Djöfull hann góður maður Hann þarf bara að skjóta á helvítis marki Við þurfum bara meira af þessu Herru, hvað er þið ráða Ponsa Sko, það væri náttúrulega frábært ef við fengjum ykkur stoppvarnala bara til að byrja með Já Ef við ekki byrja þar Svo held ég við verðum bara líka ákveður fyrir Aron ekki á miðin og fáum Þorsteina í sinna Látum hann klippa hann breytt og þá geta þið báðið dundra á þetta Þeir eru pöttur flattir Mér finnst Haukur frábær leikmaður Hvað vörn er þetta? Þetta var ekki gott Þetta var shit Hann held að lína væri baku sig held ég En þessi gæi, hann Ívan hann hrikalega góður Ívan Martinovic Það þarf Aron Eli Kristjáns þarf að hafa samband við Epic í DMs á Instagram eða ekki? Jó Vinn á það Hann gerir það Sambandi DM, Epic Æja, koma svo Ég var að fá fréttir Steven, þetta var algjört rugg með flugina Stevens Það var einhver sengur og eitthvað Plús það að taskanast týndist Nei Ætla að sé búin að læra mistökum og sé með Og borðaði hundurinn heimavinnuna K.O. Protector En er þetta rebound Orri drullaði bara í gegn Já Þarna þurfum við svona sjálfstöð skæð sem bara tekur þetta og dýpir of og gensana hefur bara fyrir inn og tekið og Já, er þetta ekki bara tekið Sko Haukur er búin að vera non-existent í þessu móti Engu hlutverki, hann er búin að vera hóp Æ, ég veit ekki En skoraði bara En eins og við vitum kannski það er alveg smá erfitt fyrir að fá 2 metra skittu inn á 5 móti 5 metra Við þurfum svona hreyfalega sko Já, en þeir eru búin að detta niður Já, þeir voru, já, kannski Hver er þetta? Þetta er Sjón þessi sæt Hún er alveg trillt Herru, sendið númerið á Aga Já Herru, við missum boltan Já Númer hvað var þessi tappaði bolti? Hann var nummer 8-9 Já, Ángríns, þetta er búin að vera hörmungi Við erum komið bara með fjölda tappaði bolta sem við sættum okkur við kannski í heilum leik Já, það er þannig Það er þungt yfir þessu Já Það er svona, við erum rosalega staðir og þetta er allt einhvern veginn svona Já, mér finnst bara margir vera off líka Já, sammála því Það er svona, maður er ekki með góða tilfinningu fyrir maður er með mjög slæma tilfinningu fyrir mörgum þetta Sko þegar þú ert farin að missa trúnafnaflið þá fyrst fer ég að hafa áhyggjur. Ég veit að ég er eitt jákvæðasti maður sem hún finnur Hvaða Nei, hann var heppinn, hann tók time-out En sáu þetta Hælíði að skora svona mark og það telur Þetta hann fór yfir Hann fór yfir Er það auðlýsing? Hann fór yfir Ég er ekki með gleri, ég held að þetta var skeit Þau virka alveg með hirnatónu líka Stebbi Stefán Lesa þetta Hvernig ætlar þú að hendi svona auðlýsingu? Kringu landsliði Ég sé það bara núna, ég ætla að hendi hana bara á morgun Myndu að lesa þetta sjálfur? Ég ætla að byrja lönsenni bara svona mándag, þriðjudag Ég var til að heyra það að fá hana frítt núna Já, það er búið að búa hana til fyrir því bara Brandenburg og þetta Hvar fekk ég þennan? Já, blazerinn sem verður í hana Það er góð spurning Þetta er Kúltúr Já, það er dýra Ég væri til, og þetta er innan það fyrstskjána Metnaður, fagmennska og gæði Þá leitar þau til Stefáns Eða Ásfasteignum sem eru Fjarðargötu 17 Besta fasteignasala á Íslandi Þú verður með þetta á hérna Final Four Það er allir handboltafasteignarsalar mæta þar Já, við förum ekki Því við erum bara heima að selja á meðan Það er verið að heima Þeir geta verið þar sko En það veist ekki um neina Þessi minni fasteignarsalar Þeir eru með ykkur Þeir eru fíblar þetta hana Við erum bara Þetta er rosalega mynd Þú með nefta Það er regla nummer 1 Já, poor people Það er fólki sem sefur sko 7 marka munur En af hverju tekur hann ekki Bjögga eins út af aftur? Ég er sammála, ég þurfa Helgi Birgis að segja hana ákveður sérfræðing Bjöggi búin að vera lengur inn á þetta Viktor fekk Já Nei Ég dundra í andlita á hann og 2 mínútur, það er alltaf fara til Þeir verða að skoða þetta Sko Sjá hann Braut glerun Braustu glerun Við hefum viljað fá skotið örlítið fastar Ég hef áhyggjur og Teddy er komin í skýrkassu bara Þetta er bara gummihendi Ég ætla að laga það Svo Ímið, hann hefur 12 sekúndur til þess að aðtapna sig Setur hann í andliti
Já, Teddy hann braut áfram Ísland. Já, þau fóru í örendir. Hann tók skýrkast. Settu á því. Það er ekki oft sem ég tek styrkast. Settu á því núna. Það sko núna við kannski bara svolítið svipaðir. Er þetta ekki alveg skítlóka? Nefnilega, er þetta ekki alveg skítlóka? Við erum eins. Við erum ekkert eðlilega líkir. Ég að segja það. Hefur þið prófað gleraugun í raflanum með það? Er þið samt að sjá þessa auglýsingu? Ég get ekki hægt að horfa á hann. Þetta er hrikalega vel gert. Svona meðan það er ekkert að gerast þá... Nei. Hvernig erum við að tala saman? Hvað er að gerast þetta? Heimur er bara hvarf. Heimur er bara hvarf, segir hann. Þessa? Nei, ég sé ekkert hvað hún er. Horfðu bara sem setja að horfa sjónvarpið. Heimurinn hvarf, segir þetta. Þú veist, hvernig staðan í leiknum er? Við erum konur yfir. Þetta er bara verið þvíld áhlaupi á leiðinu. Ég er bara á haus. Já, ég er ekki góð. Og naflinn að fá hausverk að vera ekki með gleru. Já. Þetta er betur mér. Herru, það er 18... Þetta er bara leskleru, eða ekki? Það er 18-10. Jú, síðan er ég með önnur sterkari. Þetta er bara aðeins til að sjá að skjána. Ég held að sé bara ónýtt. Ég verður bara til liður að setja mig við það. Já, þetta var nú kannski, þetta er ekki... Við getum nátt það. Nei, þetta er bara... Herru, Aron Pálmarsson. Já, þetta var gott skott. Þetta er sapgripur. Það er einhvern veginn eina lífið. Er Aron. Ok, við erum að... Sapgripur. Nú ætla ég aðeins að koma sem á poljunu. Við erum að tapa þessum í 7. Þetta er erfitt, þetta er ekki útilokað. Nei. En við þurfum að ná þessu niður í 4. Já, fyrir hálfleik, það var frábær stað. Annars er þetta bara, hef ég bara verulegar áhyggjur. Annars verður þetta ógeðslega erfiður seinni hálfleikur. Ég nenni ekki að vera einn í sónu á sunnudan og viti ekki hvort þessum við komin áfram eða ekki. Sjáu attitúti og Snorra og Bjöggi hreyði ekki eins og hendurnar. En hann er líka farin svona smá í fílu. Já, við erum líka búin að... Ég vil fá hann út af núna bara. Það vita allir við þetta bóra. Bjöggi er rosa mikið on og off markmaður. Við erum löngu búin að sjá það að Bjöggi sé off núna. Af hverju er ekki löngu búin að taka hann út? Og Snorri veit alveg hvenær Bjöggi er on og hvenær ekki. Af hverju er ekki með 3 markmenn í hóp? Hver ætti að vera 3 markmenn? Stefán Nílsen. Viktor kemur bara inn í hálfleik. Aðeins til að létta lundin í mannskapnum. Hvað dæmdi hann? Ég veit ekki. Sér er líka vörðinni á Króti. Allir jafn aggressíu. Þeir fá ekki eins og 2 myndur neitt. Þeir búin að fá eitthvað spjald. Skjótt upp. Bara Aron með skoti stöngina. Þetta er skoti sem við viljum fá frekar en eitthvað annað. Skota var erfitt. Líka líkastjáningin er mjög léleg. Ég er sammála. Það er ekki sami svona presens eins og við erum búin að sjá. Bara hjá okkur líka. Og líka bara bekknum. Við erum dottnið niður í sett. Já, bara erfitt. Þau þurfum bara að hugsa þetta. Eftir höfðinu dansa limirnir. Við erum að tapa með 4 í hálfleik. Eða skilju, ef þetta er svona. Fara bara þannig inn. Byrja bara þar. One step at a time, hérna. En eiga er ekki að vera búin að poti Snorra líka og skifta Bjögg út fyrir 6-7 myndum. Hann Róland Ratsi fyrir hvað gerir hann í þessu liði? Minn alveg, hvað er þetta að gera, maður? Hæ? Orri? Nei. Þetta var rosaleg. Bjögg er 2-14, já. Hann skoraði sjálfur. Fær Aggi Betti sitt. Hann skoraði þetta mark sjálfur. Sáðu þetta? Betti er þetta. Bjöggi er minn maður. Mér þykir mjög vænt hann. Já, ég er mjög óþægilegt. Já, þetta er óþægilegt. Hluti, kannast þessa. En samt svona í alvöru tala, Bjöggi er bara búin að vera með ömulega framistu og hver ber ábyrgð á því sé ekki búin að kippa hann út og af hverju, er það Snorri sem á Gunni Magg er það Stefán Nílsen það flýtur öllu skítur í velgengni. Já, og hvað er þetta? Fyrsta skipti sem reynir eitthvað á og meðan menn bara ekki frjósa. Ég er sammála. Það er alltaf klikkað, það er vörnin, markast og sóknin. En svo verðum við líka eins að horfa á mótið, strákar, að núna erum við loksins svona kannski að spila. Já. Selfie-singurinn. Við erum að spila móti nokkuð góðu liði núna. Við vorum að spila líka móti góðu liði í Egypt og slóunum. Já, en kannski við erum líka fleiri betri leikmenn þannig. Já, en ef við ætlum að fara að gera eitthvað, komast í undanúrslitu eitthvað, þá getum við ekki tekið eitthvað svona. Nei, ég er sammála. Ég nenni ekki að hlusta að við erum eins og óefnir að þetta spilaðist eitthvað bla bla bla. Við erum búin að vera... Við erum bara að fokka þessu upp og það er engin annar sem er að gera það. En við getum ekki líka alltaf verið bara eitthvað, já, við þurfum að... Já, heyrðu, náum
Nei, skoraðu þetta helvítið staslit. Guð minn almáttur. Sko málið það, hann er búinn að verja. Þetta er svo mikið momentum að hann er búinn að standa svona í öllum degi fyrir hann. Tók Viggo svona á hann líka, lyftir upp. Hversu óorðalegt slúft þetta? Já, maður hefur verið fyrsta tempóið, hann hefur alltaf komið í loftið. Þetta er bara eitthvað óöryggi og stuð. Fáum aðeins auglýsingun aftur upp á skjáin hérna. Já, til að létta. Já, sjáu. Já, það er. Ert þú í söluhugleiðingum? Ég tryggi. Stefán Bjarki með geðveikarpunkt. Það er svo allir hópur sem að spila með gogglunar og snabbaðan á sig. Það er sjá ekkert. Stefán Bjarki Ólafsson, hann hittir naglan á höfuðið þarna. Guð með fokking góður. Björgum Páll og bara allir í þessu liði bara hörmulu fyrirháleikur. Já. Herðu, við gerum að leta lundina þess, hérna. Já. Vægast það byrja lands á nýðast og þér í áleik. Já, ég er til í það. Býða aðeins, áðurinn byrjaði nýjast af mig. Sjáu aðeins auðlýsinguna. Já, þetta er auðlýsinguna. Það er samlokan, við byrjum aðeins að rósa og við byrjum að bróta niður. Ég tryggi metnað, fagmennsku og gæði. Áfram Ísland. Það er bara þannig. Æja, á hverju byrjaru? Herðu, komið með hérna atviki fræga hérna. Fyrir norðan. Já. Fyrir norðan. Aron. Varst ekki búin að setja þetta á chatið? Ég var með þetta í chatinu. Hann var búin að vera gargandi allan leikinn. Það væri svo heitt hann inni. Sjáum þetta fyrst og hérna. Staðan er 19-19 og þú varst búin að taka glórulaust skot. Já, áður. Það er náttúrulega, ég er náttúrulega mann eftir lönguklipunni. Já, ég man alveg eftir þetta var undirskot, ég kom svona í miðjum og alltaf frammi, ég man alveg eftir. Já, það var svona þegar þú varst í skiptu hérna. Já, þegar maður var að lúðra honum vel. Já, hérna. En honum var sjó. Það að finna þetta? Já, hérna. Yes. Þannig er þetta. Þetta er geðvikt. Fáum þetta yfir. Fáum þetta á skjáin. Skjáin og. Ok, hérna, árið ít og play. Já, fáum þetta skjáin okkur. Setja þetta bara skjáin. Ég skal fara yfir þetta. Já, ég ætla að segja bara hvað er búið að gera með formóla. Þarna er staðan í upp. Stefán Rapp í sókninu undan er búinn að taka eitthvað glórulaust undir þetta skot. Já. Er það ekki rétt? Jú, ég var sem sagt. Og það eru 7 sekundur eftir. Hvað árið er þetta? Þetta er svona 2012-13 eitthvað sliðis. Já, þetta er svona 2011-12. Já. Eitthvað sliðis. Og ég var búinn að taka sem sagt. Þetta er Bjarni Fritz að hann með 4 ekki? Þetta er Bjarni Fritz, þetta er Freyr Brynjars hana. Búinn að klóra allan leikinn og það er full höll, sjáu þetta, flott mæting. Hörður Fannar hann á línunni. Og ég gjörsamlega leiði upp á baki, ég óði í undirskotið. Maður var svona ungur og vitlaus og ég sá minn mann byrja fróðufell á bekknum. Ég viðurkenni það, ég skaut, horfa á hann og hann er bara byrjaður að trillast. Þá tókstu líka svo frábæru varnavinnu. Það er leikur, sjáu það. Hendur það bara Killilvattar og sjáu Aron Kristjánsson. Og gjössalega trilltur. Ég tryggi metnað og gæði. Sjáum þetta aftur. Handavinnan, hvað er að frétta? Málið það. Þetta er íslenska landsliði. Við erum að horfa á íslenska landsliði. En málið sér að reyna að veit ekki hvað það segja sko. En ég var svo heppinn að hann sá ekkit út og fann mig ekki sko. Hann byrjaði að reyna að grípa í mig sko. Faldir þig? Já, ég faldi mig. Ég ætlaði að leggja upp, sjáu þannig. Ég lyfti niður til að láta Heimi fiska boltan, menn Heimir er bara svo hægur að ná ekki boltan sko. Ég var bara að setja upp í gildru. Þetta skrifast á þig. Þetta skrifast á Heimi. Þetta skrifast á þig, það er ekki lesið. Sáu þessi hendunar. Já, en þið getið ímynd ykkur, hann var svona, svo fórum við inn í klefa. Hvernig var hann inn í klefa? Ég get alveg lofað ykkur, hann var ekki búinn að róast inn í klefa. Hver er mark, er þetta Birkir Ívar eða? Já. Hann leggs bara, hann selur sig gjörsamlega. Hann grítur honum í Akureyringin sjó, fer í hann sjó, fara aðeins aftur, hann hamrar hann í Akureyringin. Tók hann boltan og neldi í hann. Og færa svo í grillið á sér. Þetta er geðveikt, djöfull er þetta gott. En þetta er mjög skemmtilegt vídeó. Við tókum sem sagt hérna bólinn hans Arons og seldum hann á hérna herrakvöldinu sama áru. Ég man ekki, fengum alveg helling fyrir hann. Sjá að Herru, en hérna að því að við verðum að tala um að það eru 2 fasteignasalar hérna við borðið, þá við verðum að tala um mig þá líka. Og ég gekk undir nafninu fasteignasali lengi vel, sem ég bara svona ákvaða bara embracea, þó það sé náttúrulega bara eins fjarri sannleikunum að hægt er. Og það er einu mann að þakka og það er Guðjón Guðmundsson og þannig erum við komnir hausti 2017, Fjölnir Afturölding. Þetta er líka langt síðan. Þannig er hérna, sjáum við Donni er hérna í hægri skittunni.
Ég þarna á línunni og svo þetta Gunni Mall þarna í bakverðinum, snóðaði. Þetta ekki Böddi þarna, við hliðin á, sem að passa mig á línunni. Þetta bara allt A-klassa leikminn að passa þarna. Já, og með hljóðið, Búlis líka. Spilum þetta. Og Donni með frábæra sendingu og vítakast, laglegur. Sjáu í fastegnasalunum. Herðu, spila þetta aftur. Góð flengi. Ekki hlæja. Donni með frábæra sendingu og vítakast, laglegur. Sjáu í fastegnasalunum. Hann hefur sett eitthvað í vikunni, hlýtur að vera. Þetta vel gripið. Já, þetta hrikalega vel gripið. Okkur vantar þetta í íslenska landsliðinu. Menn sem að geta haldið blokkaringum. Gunni Mall þarna, vel massaður. Hann eitthvað snóðaður þarna með glæsilegt. Það rétt að hann hafi einhvern veginn klift á sig hnífa? Herðu, ég spilaði þessu, ég var að spila við Akureyri, ég er ekki að gríða. Ég veit það. Hann safnaði nöglum og klifti svona 8 áður, hvað þetta að gera? Þetta er bara svo gott í vörnina. Bara Tasmaníu djöfull. Ég hitti Robba Horstert eftir þetta. Hann var allur bara, hann búinn að bara galið, hann bara í 60 mínútur. Hvað er það? Það er svak. Ef að fara yfir sóknarleikina. Já, heyrðu, Sko Þetta er ekki mikið. Nei. Sko Orri, ef hann er skorað svo hraðablöpi, þá það er stutt á mitt, þá hefði sagt bara fín vaktjáður, elsku vinnur, sko. En hann skoraði ekki. Nei, hann gerði það ekki. En aðrir bara, aðrir eru bara fínir þannig séð. Við erum bara í ágætum, við erum ekki að ná að komast inn einn skota að gera neitt. Nei. Þú veist, þetta er... Við erum bara ekki ná að gera neitt. Þú veist, þetta er lítið, þið horfið á þetta, þetta er bara, það er ekkit að frétta. Og sko, þið sjáu kannski, þetta er kannski ekki hörmuleg skotninga, því við erum bara ekki að komast í skot. Við erum bara ekki að ná að skjóta markið. Við erum búin að tapa boltanum, erum við með tölu við það? Já, ég skal negla þig á þig. 10-11. Tapaði boltar. Sko, í fyrri á. Já, 6, já, það er bara ekki rétt. Nei, hljótaður fleiri, sko. Mér líður eins og þetta sé bara, já, allar. 6 tapaði boltar er ekki bara rétt. Þú séu markvörslunum líka. Já. 13%. Þeir eru með 2 bolta. Við hann geta sett Agga inn á í króatísku treyjun og hann hefði tekið svona, hvað treystir þér? Það er ekki erfitt að vera markið, bara 50-50 og velja. Hvað segir þið? 8% er að segja búlisina í heldina. Er nafninu að fara í hjólið í kvöld eða? Ölsen EHF? Ölsen EHF. Sjá þetta bónsum taka nafn og fleigum í sóf. Er þetta kongurinn sjálfur að spyrja? Nökkvi Snær Óðis? Já, ef að sko... Heiti Nökkvi og hann er lögga. Hann sektar þig, hann heitir Nökkvi og hann er lögga og hann er besti vinur minn. Við sjá þetta bónsum taka nafn og fleigum í sófan. Já, það styttist í það. Með þessu áformandi. Ég sé að spila með landsliðinu. Þetta eru líka sjokkerandi tölur. Þetta eru sjokkerandi tölur. Sjáu, þeir eru maður 3 leikmenn með lögleg stopp, með stolna. Ok, samt vörðinu þannig, við höfum ekkert verið með eitthvað bílaslega mörg lögleg. Þú veist, þetta er bara svona... En það er bara, við sjáum hann þetta er alveg unreal. Það er bara ekkert í gangi. En Stefán, er ekki líka bara skýttuna en bara fá svolítið leikalausum hala? Það bara eru óvarittir þarna og það er enginn að klukka á. Jú, við erum búin að fá fullt af skotum utan á okkur. En ég held bara við ættum að fá Þorstein aðeins inn á. Já. Í seinni. Þetta getur ekki versnað. Nei, bara ekki neitt. Og láta gæjan lúðra vel á þetta. Hann er búin að eiga fínar innkomur í mótinu. Akkur ekki. Og prófa bara 5-1 eða með eina Þorstein fróðalega eða eitthvað. Við verðum að hrista upp í þessu varnarlega. Við hljóttum að samla það með 20 mörg ársíð. Við hefðum eiginlega að vera búnir á því að fá svona síðustu 7 mínútur að því að það var einhvað að tapa í hérna. Þetta er þetta að byrja aftur. Ég verði að fá eina í pásu. Já, Aggi stekkur og krústu. Þetta er að byrja aftur. Við sjáum að Þorsteinn og hann var allavega í peysunni, sáum myndir á bekknum, en hann er ekki að vera komin á. En Stefán Bjarki veit ekki mikið handbolta en töðvarnir skot á 30 mín telst það gott. Nei, það telst hreinasta hörmung. Það er skelfilegt bara. Bara vömmulegt. Og þeir, og það kemur eiginlega óvart að Viktor hafi fengið svona ótrúlega lítinn tíma inn á og þeir sé ekki búin að gera aðra skiptingu. Ég skil að það glórulegt. Já, ég menn hann tekur Viktor til 10 mínútur. Já. Og Bjöggi var að spila í 20. Já, eða bara eftir, þetta var bara rétt á. Tindur, nei, þetta var hérna fyrir bakvið þarna, Tindur Magnússon, kóngurinn sjálfur. Já, kóngurinn, þú þekkti mann. Já, ég þekkti mann. Það eru stuðl að hokk túa hjá nafnlanum í kvöld. Það er svona aðeins að fara mín, já, ef það sá stuðl, hann fer þá hækkandi,
með þessum úrslitum. En ertu ekki alltaf líklegastur í Hogtúa þegar þú ert fullur og reiður? Það getur bara vel verið. Já, það verður svolítið blandan í kvöld. Það verður mikið röflað eftir minnati. Já, það verður margir sem munu koma máli við þig. Já, ég er líka bara, ég er að taka hana gæi í sófárum hérna, Kristóf Davíð Sigurðsson. Við erum að fara að hætta við kópavogsblótið og við erum bara að fara á Ara bara að röfla. Já. Ég er bara að fara já. Mér líst vel á það. Já. Ef við töpum með meira en 4, eins og allt stefnir í, þá er staðan einfaldlega þannig að fáum við stöðuna bara aðeins hérna, bara stöðun í rillum eins og hún er fyrir leikinn. Þá sjáum þið að Egyptarnir unnu Slóvenna á hann, þannig að þeir eru konum með 6 stig. Króatarnir vinna okkur, þá eru þeir líka konum með 6 stig, þannig að þá eru Króatía, Ísland og Egyptaland öll í öfn og þá er það bara innbyrðis á milli þessara 3 liða og þar eru við að tapa, þannig að við erum þá í 3. sæti í riðlunum með það og við vinnum alltaf Argentínu. Egyptar á sundaginn, Egyptar vinna alltaf grænhöfðar, þá þurfum við að treysta á að Króatía vinni ekki Slóveníu á sunnudaginn til að fara áfram. Já. Og það sem að gerist þá er að við vinnum riðilinn af því að við erum með innbyrðis á Egyptana. Þannig að eins og staðan er núna, ef þetta enda svona, þá erum við að fara líklega að vinna riðilinn eða komast ekki áfram. Ég er bara komin gott skapað. Já, þetta átti bara enda með bara now you're gonna believe us, now you're gonna believe us. Þetta er ástæði fyrir ég mætti hérna seint og var að horfa á Egyptaland Slóveníu. Þetta var líkill upp á þetta að gera. Vel gert þetta. Maður óttaðist. Já. Ég er farin að halda með degi sig. Hvað segirðu? Ég er bara Já, heyrðu, hálfleik spett, heyrðu. Það er hérna, sko. Muna logo. Hálfleik spett, við erum alltaf að fara að snúa þessu. Hvort við vinnum þetta. Já. Nafli, takk þú eitt glory. Já, hvað er hérna? Eitt glory win. Sko, já, meðan þú skoða þetta, getum við náttúrulega líka fengið. Fara bara streitun. Herru, plus 5,5 á Ísland. 2,30. Where the fuck do I sign? Já. Plus 5,5. Já, plus 5,5. Meðan við erum með, sína þetta, plus 5,5 á Ísland. Já. Síðan náttúrulega þau eins og Stefán Rapp sagði, hann var að fá hrós frá sófanum, þá þetta sé þungt inn á allar, þá verðum við að halda léttleikunum hér og vera jákvæðir. Já, það er hárrétt. Og eftir kannski bettinn þá erum við náttúrulega með mann sem skólaði Snorraðans til og hann kendur að sigra líka. Er þetta ekki Teddy myndi sem ég sendi þér hann aðan? Já. Sendir þú á Búlis líka? Já, ég sendi það á Búlis á meðan á hann, ég svo ég. Já. En þeir eru náttúrulega að setja bettinn inn, maður sjá. Já. Hvað sagði þið? Sjáu þið. Ok, ég veit ekki en það, ég held að myndin vinstra megin. Nei, þetta var bara í láttið. Hvað er það? Tökum við að setja, byrjum að myndin í vinstra megin þegar þessi hægra megin opnar eftir spurningar. Þannig er þetta skóla Snorra til aðeins og farið við stöðuna. Kennunum á... Þarna vorum við bara að slá að leta strengi í félandi. Já, farið í stöðuna. Já, en Snorramyndin er góð og en við þurfum að fara aftur í bettin Búlis. Nei, förum að sér hitt líka. Fyrst þetta er komið þarna. Já. Þá verður bara að hafa það. Lætt því vita. Hver er að senda þetta á hann? Á þig? Er þetta ekki? Nei, hver er þetta? Já, þetta er okkur ekki. Ég veit ekki, ég fekk þetta send. Nei. Jú. Þetta er þú. Læti vita, vonandi vita hún kóp þessi. Jaha. Og hvernig voru heimtur, eins og maður segir? Ég veit það ekki. Veistu það ekki, þú ert eini maður sem... Var þetta full á gengið það? Já, nei, jú. Það er kannski ekki að gefa mér heads up, þetta var óþari. En þetta... Sko, Þetta fer ekkert lengra, þetta er bara mitt loka. Ég sagði þetta fer ekki í loftið. En fyrst þetta var komið í loftið, þá náttúrulega verður það að fara yfir þetta. En þetta fer ekkert lengra, þetta er bara mitt loka hérna. Já, ég hef ekkert að fela. Þetta er allt í lagi. Já. Erum nafnið, þú stýrir það hérna? Hann er brjálaður? Nei, alls ekki. Okay. Við erum góður. Herru, bettaðu? Já. En þetta var auðvitað myndin af mér og Snorra var heldur fallið. Ég fannst hún, og þeir eru líka báðir í sopa. Þetta er geðveik. Já, þetta er nefnilega góð mynd. Við erum báðir í sopa veltað steinum. Þetta var eftir að þið urðu Bólis! Já. Þetta er rosalega mynd. Þetta er mynd. Þetta er geðveikt. Hver er þetta sem er að benda á ykkur? Þetta gæti í alveg verið Óskabjarni. Já, var það eða Hlynur Mortens. Já, þetta er annar byrð þeirra. Já. Þetta er
Það svona eitthvað pú. Já, það hefði kannski verið nóg að hafa þessa. Já. En ég meina, nei, þetta er bara stemning. Það ekki allt grín sem hittir. Nei, jú, þetta var alveg gaman þessu. Ég held að chatti það mjög gaman þessu. Við vorum að setja á hvað? Og sófinn. Við vorum að setja á hvað? Plus 5,5, nei. Ísland 5,5. Já, Ísland 5,5. Forgjöf. Já, það er nefnilega málið, sko. Það er ekki, herru, þetta er byrjað aftur en það er ekki mikið, sko. Er maður búin að missa þetta núna? Akkur finn ég því? Allt, hálfleikar, að sjá. Hvað segir Daniel Ólafsson? Er ekki komin í... Já, ég er komin í króatíska. Já, pældi að vera vakker. Það virkaði ekkert að vera í hlýranum. Nú er ég bara... Það geti verið, þú getur breytt. Herru, slökk við ljósin inn af alla. Það er ekkert nema diskoljósuna. Sjáu! Þetta byrja strax! Yes, maður! Viktor Gísli Hallgrímsson. Þarna, En við erum líka búin að kalla svolítið eftir þessu, sko. Þú ert ekki að kissa kameran 8 mörgum undir, ekki? Það virkar ekki þannig. Eitthvað þartu. Já, það bara varði hérna, þetta gefur bara góð fyrirheit. Erum við að fara í 7-6? Það er þetta skemmtilega breyting. Já, þetta er vægast þetta áhugavert. Þið eru Gísliði komin inn og við erum að fara í 7-6. Nei, við erum ekki 7-6, það er bara eitt línumæður. Nei, það stóð empty goal þarna fyrir neðan. Ég með þú ert línumæður, þú ert að grípa boltan. Já, reyndar sko, þetta er orðið dálítið þekkt að... Var þetta ekki empty goal að því við erum ekki búin að vera með markmann? Já, þetta er bara kannski inn í fyrirháleik. Þið þurft að taka þetta af, þetta er farið. Hvað er gangi? Viktor Gísli varði fyrsta skot, setna áleiksins og Gísli Þorgerarsson kom með hræðilega sendingu á Ími. Ími er átt að grípa hann. Línusending sem hefnaðist ekki? Já. Það kemur á... Það hefur maður ekki séð áður. Nei, en við fengum markvæslu. Ekki heldur séð það. Í langa tíma. Aftur. Og Sigvaldi komin inn á. Það er ekki gott fyrir þín að bleða nokkuð. Það er enda 2 hákáingar. Það er ekki gott fyrir mig heldur. Ég fór ekki á þenn, ég fór á Orra. Ég væri svo til að vera stundum með svona, þó Orri sé geggjaðir, væri til að vera með svona gæja sem eru bara með, eins og sjálfstörðið hans, ætti að vera í botni. Já, tilbúinur að taka demanti. Aron! Já, tilbúinur að taka demanti. Það var ekki 4-5 Aron? Jú, 4-5. Hún var þetta 1 viðbót. One more baby. Þetta er gott skot hjá kallinn. Það verið þreytt að tapa öllum peningunum sínum og tapa þessu leik. Já. Það er svona sviðsmynd sem ég var ekki alveg svona teiknur fyrir kvöldið á bóndardaginn sjálfan. Þetta byrjar mun betur, fyrstu 2 myndunar. Já. Þetta er svona 2 varðið boltar. Já. Það er heldur ólíklegt early win, sko. Hérna, vitið hvernig vitið okkur ég var svona stressaði fyrir hennar leik? Okkur? En að setja þarna auglýsinguna frá hérna Laxá. Hvað eru? Já. Hvað var það? Ég var ekki búinn að, ég hafði engar áhyggjur fyrir en ég sá. Já, ég sá þetta, það er verið að fara að bjóða svo mikið. Já. Þetta er alveg sko, nei, þetta var Valsmafían. Já, Valsmafían. En, svona með að við tapaði bolti númer 294. Já, ok. Já, skítmennuleik, tökum þetta svolítið. Þarna hafði ég fyrsta áhyggjur. Já, hvað erum við að tala um hérna? Ég er með heitið og drengin okkar í handboltaði náði 8 úrslitum. Á öllu landsliðinu búið til laxveiði stóru Laxá 24. til 27. Þú ert veiðikall. Ég veiðikall. Er það Laxá í aldan? Nei, það er önnur. Svo er vina okkar Pálmi Gunnarsson takk í lagið. Ester Guðjónsdóttir. Þetta er geðveikt. Þetta er svaðalegt line-up. Já, þetta er hrikalega flott sko. Og svo ertu með, þú ert með kónginn hana, Valdimar Grímsson líka. Ég fórna hollinu mínu fyrir drengin okkar. Hvað er holliðan stórt? Þetta eru örugglega 8. Hvað eru? Já, þetta er Suðurlandinu. Þetta eru örugglega 8 stangir allavega. Það er allavega 16 manns. Já, þetta sleppur sko. Já, þessi meistari, hún tókst að eyðileggja fyrir okkur. En ég var að hugsa, skilur, ef það kemust í undanúrslit, hvað við myndum bjóða upp á? Já. Ég var búinn að ákveða hvað ég ætlaði að gefa. Já. Frítt verðmat, hvar og hvernig sem er. Já. Það frá Áls Fasteignarsölu, Fjarðargötu 17. Já.
Það er frítt verðmat Aggi, hvað ætlaði þú að koma og við erum tilbúin að verðmeta allt. Við erum ekki bara í húsnæði. Við erum til að verðmeta bara hvað sem er. Sjáu auglýsingar. Verðmeta hjónabandið. Já, bara allt. Aggi, hvað ætlaði þú að koma Ég ætla að bjóða upp á klippingar. Já. Það var fínt, við myndum kannski bjóða upp á 2-3 klippingar. Já, þarna. Og kannski sendingu. Já, ég ætla Eina línusendingu minnur það. Ég er ekkert að móta þessu skotu í Aron. Nei. Hann er bara búin að vera eitthvað. Nei, já, ég ætla að bjóða upp á klippingar. Það auðvitað mikið að Ef að fara beint í pónsuna og vilt þú enda hvað þú ætlar að bjóða upp á? Ég ætla að bjóða upp á Það er svo sem ekkert ógæslegt sem ég ætla að bjóða upp á heldur Ég ætla að bjóða upp á bara frýtt Ég ætla að bjóða upp á bara fría framtalsgerð bara Já, þetta er bjóða upp á fría Og framtalsgerð naflinn ætlar að bjóða upp á Já, ég ætla að bjóða upp á frýtt leikskólapláss Ég get komið Það eru auðvitað mikið af leikmönnum sem eiga ungbörn Og ég get komið krakkanum inn í Kópavoginn bara einsás aldrei sem er náttúrulega bara eins og gull þú meður það bara eins og gull að koma krakkarum inn einsás Það er svo vakalegt, það er þétt sitið plássi núna heldur betur Þú og hvað heitir hann sem er Alvotek? Robert Westman Þið eru svona eins, hann smíðar leikskóla þú býður upp á leikskólapláss Herri, ég ætla að fá verðmat núna Já. Það er líka komið úr chatinu Það beðum að verðmeta naflan bara núna Hann er eiginlega sko það er ekki eitt að verðmynda mannin sjáu það Hver ætti efna á þessum bara til að byrja með, við getum sett einhverju tölu á hann það getur enginn borgað Það er alltaf yfirbúið Já, það er alltaf yfirbúið Hann er líka núna, hann er eitthvað network skilur hann er stór í bréfunum og er ég reynda með hann að geðvika sögu tengt því, hún kemur hérna eftir smástund stay tuned og meira það síðar og en það er þetta future cashflow í honum það er svo mikið potential sko og greinilega svaðalur að gera hnútana á bindin Sjáðu orraði fjær Bindið frá Hugo Boss Hætt að skjóta í nær sagan með naflan það var Hvað settu þú orra? Sorry Þetta var 4. Bang! Það komið seðil Yes! Nafli búin að vinna sitt fyrsta Ég helst þetta alveg mjög takmarkan húmor fyrir þessu við erum að drulla svona á okkur Hvað meinar það? Varst að vinna pening? Það vinna cash Já, ég vil frekar tapa cash og Ísland vinni en að tapa cash og Ísland tapi Þetta er bara til að lina sársum Já, ég vil svolítið þjást með liðinu Sagan af naflanum Ég var í seinni bylgjunni og naflin var í viðtölunum fyrir stöð 2 og vorum á leiðin til Vestmannaeyja Þetta var örugglega þegar þið voru tryggur Íslandsmeistaratitilinn Nei, þetta er þeirra Valur Þetta var ára undan Haukunum Hvað sér, Valur? Þetta er þeirra Íslandsmeistara COVID, er þetta þegar var leikur? Nei, þetta var 2023 Það var mútið Haukum Þeir eru vinni í Eyjum þarna og við erum á leiðinni bara í landeir og þá kemur naflin þetta er hérna þegar nýbúið að vera útbóðið hjá Ölgerinni og þá endur naflin í Jæja, hvað segir þetta? Það voru við Nei Þetta var þegar Valur tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í Eyjum í leik 4 Hann lýgur Já, þetta er þetta var það Jæja, þetta, hvað segir þið? Tókstu þátt í Ölgerir útbóðinu eitthvað? Já, ég gerði það nú reyndar Já, ok, hvað settir í þetta? Og ég svona voðalega slæði mér svona vilti ég væri nú hafa sett nokkuðlega Já, ég bauð 1 milljón í þetta Já, það er bara flott maður Ég bara, en þú? Sko leikskólakennarinn Við líka þekktist ekkert mikið Nei, þetta voru nýbúin að kennast honum Já, ég setti 3 kúlur í þetta Það var kallar í útsetningunni fagfjárfestirinn Kallaði restina Og yfir á fagfjárfestirinn Hann er með viðtölum Shit, það er rosalega peningur Og eftir það eruðu við tætti brósar Já, enduðum á flöskuborðu á átó Já, með Aga Með mér? Það er reynda frábær saga frá því kvöldi að við unnum og þá, ég held að Karvana voru Íslandsmeistar þetta sama árið ekki eitthvað Jú, eða byggarmeistar eitthvað og þá hafði þess að stjórnin í körfinni splæst á körfuna flöskuborð Við erum að fara hana átó og það er eitthvað, já, það er flösku Já, stjórnin borgar Sér kom bara 700 krónur reikningur á stjórnina Við erum ekki að fara að borga þetta Það var allt hent á mig þegar ég var alltaf bara stjórnin borgar eftir svona 1212 bjóra En þú varst að tala Sigg og Gretar þannig að þar var misskilningurinn Já Það var nefnilega misskilningur
Ég sagði sammála þessu, djúfisust draumi væri það að láta naflan ala sig upp á leikskóluna. Já, maður hérna búin að vera í leikskólum 6 ár. Það er, þessi máli að það er ekkit vannmettnar en reynsla sem hún kennir ekki á skólabekk. Getur verið í námi eins og vilt, en að vera á gólfinu, það er sem kennir mest. Á hvaða leikskóla ert að kenna eða hvað segir maður? Passa? Já, ekki passa, þetta er fyrsta stig grunnskóla. Já, hvað kallar það? Er þetta hvað starfsheiti mitt er? Já, ég er leikskóla leiðbeinandi. Já, þú ert að leiðbeina? Já, ég er að leiðbeina, ekki passa. Hvaða leikskóla er það? Það er á Baugi, í kórgrunnu. Hliðin á Ara og þetta, bara eins og sett að leiðin í kórin. Þú ert þar núna, eða? Já, þú ert, já. Já, ég er þar, ég var bara í dag. Já, að kenna. Að leiðbeina. Hvað var í hádegismat? Það var þorramatur. Það var ekki óelda hakk. En sem betur fer, það var hákall og eitthvað vesen. Sem betur fer, þá var ég staddur á Mar Seafood í hádeginu og fekk hágæða íslenskan fisk. Já, það var ekki aumingjaborð í leikskólanum eins og flestu þorrablótum fyrir lamb og bernes. Nei, það er engin aumingi í leikskólanum. Þau eru sann duglega að smakka. Já, þau eru, ég er með 2 börn og það er alveg haugur þeim sem smakkaði. Ert þú að fara í matinu eftir það? Nei, ég næ honum ekki. Eru þeir ekki sína leikinana á þorrablótum? Jó, þeir eru með leikinu á þorrablótinu og það var held ég í fyrra þegar Ísland voru að spila, í hittifyrra á móti Svíþjóð, þá var einmitt þorrablót Kópavogs saman tíma og er ekkert heilagt hann í Kópavogi með alltaf með þorrablót þegar leikur? Já. Og á bóndadegi? Það er rosa skrítið, já, það er rosa skrítið að hitti á einmitt að landsliðið sé að spila í janúar þegar það er þorrablót. Já, skrítið að hitta á landsliðið að spila í janúar. Það er helvits David yfir þessu. Já, sjáu ég líka bara backing hvernig hann er búin að vera núna síðustu mínútur. Ég kannski held svolítið Stefán Rafni fyrir utan þetta því hann er kannski ekki aðdáðandi en ekki Bjarki Már Elísson erum við að sjá mikilvægi hans núna með bara hvað hann er góður að peppa og hvað hann er að gefa hann er ógeðslega skemmtileg. Ég var að koma í falið svar. Já, ég var að stríða Stefáni með það sé ekki aðdáðandi Bjarka. Þú ert ekki að stríða mér er skilt saman. Nei, en já, við vorum ekki. Ég hata hann var ekki mér. Ég er búin að vera harður Bjarka maður lengi. Ég var ekki sáttur með Stefán þegar hann var að halda Bjarka út úr landsliðinu. Stefán átti að geta að spila twist sem spilaði hann aldrei twist. Þú sást að ég átti aldrei að spila twist en ég var í vörn í horni. Hann er í horni en hann er ekki vörn. Nei, það er enda rétt. Wow, Málið er það, ég ætla bara að senda naflan heim, ekki á blótið. Þetta var enda KO. Þetta var mic drop. Já, þetta. Ég ætla nefnilega að segja þetta er nefnilega svona svipu staða með Orra og Stíven og þeim með Bjarka á sínum tíma. Akkurat, og líka bara nauðsynlega staða. Við þurfum samkeppni, sko. Já, svo. En það er allan og það er búið að sína sig núna meðan Orri er búin að vera. Voru ekki með einhverju tölfræði með þetta? Ég ætla að þið geti vera leiðilegur og Orra en Guðjón Valur hélt þér á bekknum. Já, hann gerir það. Orri, Bjarki lét Orra taka þetta af sér. Guðjón Valur var svona kóngurinn alltaf. Já, kjöngurinn. Já, það var erfitt að sitja eftir honum þar. Hann kom bara ekki út það heldur. Nei, var það líka alltaf skipting. Heyrði hann ekki þegar var að kalla á hann? Hann var svo gamall. Þegar hann var fertugur, þegar hann átti bara 40 ára afmæli, varst það bara, nú fer hann að hætta? Nei, sko, ég held að hann var bara fyrir löngu, sko. En hann er frábær íþróttamaður og ég held að hann sé frábær þjálfari líka. Já. Hann er ekki góð hluti. Saga læðunni, Stebbi og Aggi. Já, læðunni. Erum einhverju svona skemmtilega læðusögu. Hún læðist. Eru þið búin að sjá nýja hárið á hann? Það er rosalega. Ég ætla að finna þetta, ég ætla að senda á Bullies. Þetta er rosalega breyting, sko. Það er time-out. Þeir eru alltaf með ándjóðs. Þeir eru svo auðvitað blöð á tökunum, bara alltaf on point. Sko blöðurinn, hann er kongur í öllu en hann á ekkert í Bullies á tökunum. Nei, það er enda ræðið. Það er bara þannig. Já, núna er leikli hjá íslenska liðinu og hvað er Snorri svona messa við liðinu nú? Erum við ekki komnir í algjört Mayday dæmi? Núna er það bara þannig, nú hljótu við bara að vera að pressa bara alla mullin Við erum ekkert mikið að breyta þetta til, þú veist, ættum við ekki að gera það? Fá Einar inn á aðeins og reyna aðeins að vinna ykkur auðvitað bolta og fá hraðablöp og eitthvað. Er ekki skrítið að við séum ekki búin að fá Einar inn fyrir framann að reyna að gera eitthvað svoleiðis? Jú, ég hefði viljað sjá eitthvað allan. Hefur hann ekki líka verið að keyra seinni bylgjuna með aðra bylgjuna með GOG? Jú.
Já, svo Nei, ekki Fredricia fyrir ekki Gokk Ég vil bara fá aðeins frá Agga svona eitthvað insight svona aðeins hvernig Snorri og svona Aggi bara grann að mynda sjálfur setja mynda sjálfur svo Instagram Er hann ekki bara frosinn? Er hann bara frosinn á línu? Mér sýnst það er ekki mikið að lausnum í boði Nei Aron, akkur skýtur ekki Þetta svo soft Og mér finnst þetta bara skríti kerfi líka Já Bara búin að þjappa þetta eitthvað Aron komin í loftið í hægri skýttunni Sko ég ekki búin að sjá Einu valmöguleikin að gefa orra á línunni eða kasta hann langt í Þetta rosalegu munur sko Já Ég menna þú veist, þeir bara gjössanlega búin að bara lesa okkur í döðlur sko Búin að lofttæma mig svona mikið og ég lofttæmdi naflan á Er þetta ákveðin skák hjá degi sig? Er hann að vinna einhverja skák þannig? Nei, þetta ekki en helviti skák Nei, ég meina, hvernig finnst ykkur bara gegn þessari vörn? Við þurfum samt að vera með einhverja lausnir Við með enga lausnir Það komur smá í byrjun eftir að hann tók leiklið og við settum línuna hérna inn og Aron byrjaði að vinna en svo bara hættu við því Og þeir eru með allar lausnir Allar lausnir Ég held bara, hann að vinna skákin Er hann ekki eldri þjálfari Nei, hann líka bara með Gunnar Magg sem búin að klippa Gunnar Magg, það enda rétt sem búin að klippa fyrir íslenska landsliði bara í 20 ár Það enda geggjaði punktur, við erum svolítið að gleyma Gunnar bara sko Ég meina hann á helling í þessu Já, nýbúin að fara í sturtu, gela hárið niður búin að klippa í alla nótt sko, það er bara Gunnar Magg, hafið þið farið á vídeofundu Gunnar Magg, það er rosalegt sko Þegar ég var hann í BF með hann Ég var í vídeóið og hann er á space-takkunum svona bara á fullu síðan er hann bara með hammer maður er með hamran í sko út af eða eitthvað space hotni laust það er ekki sjón að sjá þetta maður bara í þessum sko í kontatempel það er ekki heil brú yfir og sko síðan var hann alltaf hann fór eins og hnén þegar ég var í hann bara þetta er suicide attack og með 1 og 2 alveg hræðilegt sko Er það ekki lýsing og Snorra í 3 árum? Já klikkaður, metnaðafullur og sexy ástríða hann náttúrulega bara með bíla passion ástríðu fyrir hérna og það verðum að nota íslenskuna ég var nýbúin að vera að horfa á Vídísi á RÚV frábæra þættir fór að gráta í síðasta þætti Sjáu þið stellinguna á hann núna á hliðalínu? Ég er ekki, nei nú blæði maður að vísi sinns að þetta væri lélegi þættir gott efni það er reyndar ekki yfirtalað en það er reyndar ég ekki segja jákvæða frétt það mitt eða neitt Ei, gefðu hann út í hodnið Yes Það er ekki um 8 mörg Það er comeback Comeback í kortónum Na 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 Það er comeback í kortónum Na 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 Comeback í kortónum Na na Við þurfum ekki að ná þessu nýr í hvað, 3 mörg? Jú, við erum svolítið búin að reyna að ná þessu svolítið í 3 og 4 og svona það er ekki Sko, ég held þurfum að ná þessu nýr í 3 mörg En voru Bullies komnir með myndinar að læðinni? Það vildi fá að sögu Þetta er rosalegu munur Þetta er svaðalegt Sjáðu líka hárið á juniornum Hann fekk hárið frá pappa sinni Þetta er geðvikt Hárigræslan erðist Hann erði hárigræsluna Ég skal bara sýna ykkur það að ég er að fara í að sama Maður sjá, er þetta summa? Herru, þetta er fyrir að þinnast helvíti vel mikið á kallinu Þetta er ræðilegt sko Hvað er þú að segja? Ég var ekki senið Þetta kemur óvart En byrju, af hverju er ég ekki búin að spotta þetta? Ég var aldrei búin að spotta þetta en það er bara, þú veist, það er bara göt Það er bara drrrr hérna þyrlan Vitið þið hvert hann fór? Hvert fór hann? Hann fór til Kosovo Já, fór hann ekki til Tyrklands? Nei, og vitið hvaða læknir var með hann? Sami læknir og gerði hári á Granit Xhaka Já, hann er frá Kosovo Atli sagði reyndar, ég skil ekki því að hann tók ekki mynda sem er mér I'm Lion from Iceland Fór næstu í Ólympíuleikana Hann er hrikalega flottur svona Geggjaður Herðu, Viggo Viggo Þetta var 4. markið hans og hann vantar 2 í viðbútt En síðan náttúrulega sem við verðum að minna á gott svo finnir alltaf að halda okkur á floti er að minna fólk á að fara á RÚV stjörnurappið og velja mannleiksins besta app á Íslandi Já, hver er maðurleiksins? Það er hérna Mundic í Króatíu Ég ætla að velja hérna sérsveitina Já, sérsveitina Hún átti við, þetta er búið að vera erfitt fyrir sérsveitina í fullri hölla Króatum en hún er búin að standa sér frábælega En er svona það sem kannski hefur hérna bara svona
komið sérsveitin úr jafnvægi og svona núna, þeir voru svolítið bara einir að sjá þetta þarna eins og þegar við vorum að horfa á daginn núna komnir hellega liði út einhvern veginn svona, já, svona svolítið að fullt af völsurum skyggja á sérsveitinu fyrst manni að baða sig í sviðsljósinu og meðan sérsveitin einhvern veginn er að lúta í læri haldi þinn maður Valdimar Hákonarson þessi umtalaði slæmikabli já, eða bara slæmi leikur slæmi leikurinn Skref, er það ekki? Jésús Kristur Nei, minn almáttugur hættu þessu helvíti svæli maður Það í reglubókunum Dómari Það að taka fyrir leikarskap Þarna getur bara að gefa hann 2 fyrir já, akkur er þetta ekki hvað er þetta? Gefðu 2 fyrir leikarskap þetta Hvílíkur ulling Þeir ætla að skoða þetta Já, hann fáum hendan þá bara í 2 mínútur fyrir leikarskap fáránlegt Arnór Atla, þú bara að fá Gunnar Maggan á bekkinn var þetta Gísla og Hafsteinn? Voru þetta þeir? Var ekki? Strákar, Sofi? Ekki? Innum bara í miðri Króata þvöðunni var hérna Gísli dómari að sjálfsögðu Þeir spiluðu alltaf, þeir dæmdu alltaf vel í Eyjum Já, en hvernig fannst þeir bara sem dómar? Það var alltaf bjórinn í klefa Hvernig fannst þeir samt sem dómar? Frábærir, ég var í bjáf þegar voru dæma Mér fannst þið gjörsalega ömulegir þú veist, mér finnst ótrúlegt að þessi menn hafi verið bara að flauta Ég fekk einu svona 4 sinni 2 hjá þeim Það var leikur og hérna ég fekk 3 2 og tók svona bara svona pirrar og sjálf með svona létt svona frekjuhopp svona það var bara hann ég var út af því það var 4 sinni 2 Ég get lofað því að þetta var ekki létt frekjuhopp Það enginn að segja mér 100 kg sé að taka létt frekjuhopp Skýrmaðurinn, herði guð minn góður við erum bara að tapa boltanum trekk í trekk, fá okkur mark í andlitið Þetta bara saga leiksins það var einhvern veginn að dribbla bara leikin Sveinn Stefánsson, erum við út úr keppni ef við töpum meir en 5 mörkum Sveinn hefur ekki verið að horfa í hálfleik en ég skal endurtaka þetta staðan þannig að eftir hennar leik verður við Egyptar og Króatar með jafnmörgstig og þá eru innbyrðis markatala á milli þessara 3 liða og þar eru við að skítapa þannig að við erum í 3. sæti af þessum 3 liðum við vinnum alltaf Argentínu á sunnudaginn Egyptar vinna alltaf Grænhöfðar á sunnudaginn þannig að við þurfum að treysta á Slóvenía náum við allavega stíði þá á móti Króatum og þá vinnum við riðilinn sko þannig að við erum annarkvort að fara að vinna riðilinn eða dett út Pælið í því og Slóvenarnir hafa enga keppa þeir eru, þú voru að kalla Dólinets inn núna í dag sem var bara, hættu með landsliðinu sko og bara komin eitthvað bull sko þannig að það bara mjög ólíklegt sérstaklega Króatarnir í þessum gýr þannig að Þetta bara svo sorglegt með spilamennskunum okkar á þessu móti og Króatarnir eru bara búin að vera eina gerðsalega bara prömp sko og ef þið horfið bara á bara riðilinn sem við erum í bara hvernig þetta lænaðist upp fyrir móti líka það því sorgleg maður svo hélt einhvern veginn allan fyrir mót að þú veist að þegar við vinnum Slóvenina og svona þeir myndu allan að kroppa í stig á móti Króatíu eða Egyptalandi sko og þeir voru svo nálætti á móti Egyptunum á það gert svo mikið fyrir okkur tekið smá pressu við höfum líka örgulega komið aðeins svona léttar inn í þennan leik eða það gerst sko þú veist öryggir í áttarúrslitin sko. Ég líka, þetta svo mikilvægt fyrir mig og okkur strákan í Val að komast lengra út af það Þorrablót 4. í Val þá fyrstu umferð eftir jól fresta sko. Já, minna, ég held að minna að það verið óskapjarnir lengur úti og nei, ég vil fá hann beint heim það verið skemmtilega æfingum hann var að fara yfir og Rúnars væri með og núna á tímaplaninu hann bara búin að vera að láta okkur hlaupa Þetta var óskapjarnir bara að fara út núna? Nei, hann búin að úti allan tíma Anton Rúnars, hann við ykkur? Nei, hann skemmtilegur, hann með okkur Ég átta mig á því, ég að tala harðu við ykkur á æfingum? Herru, Viktor Þetta var vel varði Já, það er bara Björkjali frí, þú veist, til að fara Er það enn í samningnum eða hvernig? Hann fekk ekki frí til þess að fara í frí hann átti að spila En hann frí Síðan, það sem ég veit af hvernig hann ekki búin að vera að verja heldur að hann ekki búin að vera nú aktífur á samfélagsmiðlunum Færa sekt fyrir að mæta í gæðingar eða? Orri! Ertu ekki að fucking grínast? En þetta enda rétt með Björkjali Þú skalt ekki, ef þú ert 9 mörgum yfir þá vippar ekki að markið Hárrétt Þetta, Stefán Þessi kamera sem var hvað er rugglega? Láttu Birkir heyra, þetta er vinur þar Ég satt svona í alvöru tala, hvað halda menna að sé? Þessi gæin í sporting Hann er ekki að spila hérna með Vesprem eða svo liðum þetta
Síðan kameran sem var á mér hérna, hún var ekki góð. Ég var eins og vaksin eins og pera. Jesus fuck, ég finnst ekki vippa 9 mörkum yfir. Áfengisdómur að Snorra að máta ekki Steina, ég ætla að segja já. Já, það er galið að vera ekki búin að breyta. Ég ætla að segja já. Nú er Einar Þorsteinn komin inn á. Og Steini, þú veist, Valsari. Þegar hann er búin að vera inn á, hann er bara búin að vera flottur þannig. Er það ekki það? Nei, ég meina hverju hefur að tapa? Engu. Þú ert ekki að treyna neitt annað. Þú ert bara, þú ert ekki að gera neitt grikk. Ok, nú þurfum við að taka smá séns. Við þurfum að tapa 9 mörkum, við þurfum að vinna síðustu 10 mínútur með 6 mörkum. Hvað er fljótlegasta leiðin, spila stutt og sóknir og fá mark? Er það ekki að fá eitthvað gæja sem getur bara hoppað upp hvar sem er og þrjum á marki? Og lúðraða bara. Auðveld mörk. Þú þarft bara, þú þarft svona, ganga á. Hraðuplöp og dundrur. Þetta bettir mér í hálfleik pluss 5-5, það lítur alls ekki að fara í 3-3, jável vörð, bara aðeins aggressíft, reyna stelunum, þá í svona... Það er bara að breyta ykkur, við erum ekki að gera neitt, sko. Nei, það er ekki mikla breytinga. Það er með 100% nýtingu. Já, og nokkra lögulega stöðanir. Hann er bara, mér finnst... Hann var, eins samkvæmt öllu statistíku, var hann búin að vera okkar besti. Vantar mikið eitt hjá Aroni, annað er svona eiginlega, eða kannski 2 frá Viggo eða eitthvað. Annað er farið. Ég held satt svona í alvörunni, bara saman hvort þessi landslið eða HK eða eitthvað annað, það verður ekkert meir í taugarnar á mér þegar liðið er að tapa og hotnamaður klikkar á einhverju svona bull skoti. Já, það er ekki rétti tíminn. Bernhard og Arin Bjarnar, Karlskona Kjartan á X-inu, hvaða máltalar Dagur við sína menn? Það er enska eða ekki? Jú, ég myndi halda það, eða ekki? Jú, hann talaði þýsku væntanlega við sumar líka. Tjúðurugla margir sem... Eitt í viðbót. Er eitt úr Viggo? Eitt í viðbót. En þetta er svo árenslu laust, hvað er þetta búið að vera alla leikir? Viggo fær hann bara í hægri skítunum, tekur skot bara að skrifa. Hann er 5-6 í leiknum. Já, heyrðu. Akkurát. Sérðu hvað þetta er einfalt? Þannig að það hafa svo lítið fyrir þessu. Hvað er þetta búið að vera í allan helst leikin? Bara plaffa. Hann er búin að spara þetta svona undir lokin, sína leinivapn undir lokin. En sjáu Viktor, ég menna... Deini er ekki kominn og Haukur er kominn núna. Síðan að setja... Er það ekki rétt, jú. Pútablett. Hvað segir Sófinn, Ísak? Haukur er kominn inn á, ertu ánægð með það? Já, við erum alltaf... Ekki spyrja þessar selfisíka, þetta er náttúrulega bara einhver, sko... Við erum alltaf ánægðir að sjá Haukinn á, sko. Já, en við erum náttúrulega að taka einhvern út líka. Herru, rugglaðari þjóðflokkur, selfisingar eða eigamenn? Ok, það er engin rugglaðari nefn, en með svona back up sína menn. Já, það geti verið. Og líka þetta er svona sér þjóðflokkar. Þetta er svolítið svona... Nú erum við báður að hafna fyrir. Þetta er ekki svona... Nei, þú veist, ef einhver drullar við Aron eða Gísla, það er ekki, þú veist, þeir eru svo ríki G-greið hérna. Þegar hann leti hérna Tate heyra og spurði bara hvort það væri nógu gott bakkum fyrir... Ísak ertu með mynd af þessu. Þetta voru bara leikmenn, ég veit ekki hvort þau maður vera að setja þetta upp. Þetta voru búlis, við getum sýnt það hérna bara. Þetta voru sko leikmenn í meistaraflokki Selfoss sem voru bara kallan hérna og sko áðum íllum nöfnum sko. Hefðu við aftur fengið okkur sókn hérna í 3. skipti? Þeir bara pestuðu þann fyrir að hafa haldið þessari skoðun, fyrir ekki að klára þetta. Nei, það var svo sem ekki að klára, Sigvaldi skorar vel gert. Þetta viltu sjá í þessari stöðu, hann hamrar hann hana. Nafnir ánæði með þetta. Við þurfum að vinna síðustu 9 mínútur með 4 mörkum. Já, ekkert fancy, drullaði bara úr hotninu, skjóttu bara eins og þú getur. Það er bara línunu. Þannig í skrefinu. Já, Steini Hver er stuðlinn á nafli verið heppin í kvöld? Hann segir hann sé að hækka, en ég vil meina sé að lækka því hann er graðastu þegar hann er fullur og reiður. Fullur reiður og graður. Hann var því báður í kvöld. Hann ég myndi segja að hann væri svona 1,4. Það er ekkit, það er aldrei lýs. Það sem er góða við þorrablótin, það ertu með konur á öllum aldri. Það hendar hans gameplanni mjög vel. Ég veit ekki hvað hérna. Sen er ég með Kristoffer Dag Sigurðsson með mér, náttúrulega bara mest í píparsett landsins, þannig að maður er í góðum höndum þar. Þetta var svo vant í maður. Ég fer að trúa sko. Já, ég sætti minnst að við svona klikk. Frekar nýtt, þannig skaut bara í stöngin á opinn. Ég er sammála, þetta er svona aðeins. Það er betra að sjá þetta eldur en hitt. Það er rosalega hérna, það er bara við höfum ekki mikið svirum. Þetta er þá pínulítið breyk að ná þessu niður í 3 sko. Ég er búin að senda á Búlís gæðina sem var að jarða Rikka sko. Já. Getur fengið þetta upp skjáin. Þið erum að setja þetta saman. Þetta eru besti vinur Sófons. Runni. Já. Og mætti segja að Ísak hefur verið á bakvið eitthvað þessum kommentum. Staði fyrir þessu.
Dýðlum að bara svona Já, það Herri, þetta er þetta hörkusending Já Sko, þetta var náttúrulega bara unreal af því að sko teiki sem slíkt, það er alveg umdelalegt en það er ekkert eitthvað, það kemur ekkert úr einhverju, þú veist, það má alveg deila hvort að Donni sé betra backup, sko þú veist, þetta er ekkert eitthvað klift og skorið og hann fekk gjörsamlega á að sko Viggo, þetta er fyrir bettinu, maður Herri, þetta var fyrir bettinu Það var dóiða færi Viggo er svona sem Ímir var í síðasta leik áður hann skoraði Það klikka ykkur þeirra færum að undan 7-6, Aron já, farið bara í gegn Já, þarna fyrir bettinu, hann tekur vítið Hann ætla bara að vera með allt lóðrétt bara Já, sjáðu, henni er þetta Þetta, viltu fara yfir þetta? Teitur getur bara ekki verið besta backup fyrir Viggo og neita bara að trúa en flottur leikur í öllum öðrum Ef þú hefur ekkert fallið að segja sleftið þá, manstu Ósabík Ríkarur byrjar að röfla Ekki fyrsta skiptið þegar snjóri og Ríka G Væri flott að sjá Ríkaran úti Þegiður ekki Þarna eru til dæmis byrju að fara aðstætt tilbaka Þarna sé ég sko 2 leikmenn meistaraflokk Selfoss Þetta er rosalegt sko. Ósabík Er naflinn 9 í standardi 69? Daniel Hóla var að spila Ég var reyndar til að sjá það Já, hafið smá hérna Það getur full mikið á þetta hérna Ef Ísland skorar í næstu sókn Jésús Já, það er búið Hvað sér hvað það er að segja Ekki neitt Við vorum aðeins að hóta en það er fljóta Jöfull er þetta búið að vera fucking lélegt Sér hvað er erfiður drikkilegur Bjór fyrir hvern, sopið fyrir hvern tappa bolta En hvað er þetta með landslið alltaf þegar að hæpið Þegar ég neita að trúa eitthvað svona hætti bara að hæpa Það er alltaf hannig Ég er alveg sammálað því Nú er þetta orðið bara eitthvað trend sko. Já Góð sending og Sigvaldi skora Yes En ég er sammálað því Yes sir Maður trúir ekki á eitthvað, þú veist, þú þarf að gera eitthvað lágstanda kröfur þá spila þér betur, skilu, það virkar ekki þannig Ég held við verðum bara að byrja að horfa á þetta raunsætt Við bara erum ekki með kannski jafn gott lið og við erum alltaf að tala Ertu að segja við sem we're shit but our birds are fit Shit but our birds are fit Sjá þetta, 8 var skot 8 marka munur Já Þetta er ofta ekki flókið Nei Jú, og líka bara, þú veist, ef við horfum líka bara á liðið sem er inn á núna erum við ekki bara með lélari bara einstaklinga Já, þetta er allan eitthvað Er það samt? Ég veit það ekki Já Þetta er allar sko bara spilamennskan í þessu leik Ég meina, Sjáðu, við erum sko, Egyptarnir taka Króatan og gjörsamlega hægælda sko. Við vinnum Egyptarna og það er aldrei hætta Þetta er bara, þetta er svo mikill munur Þetta er svo mikill dropp sko. Þetta er rosalega Já, hann líka ekki eins og þetta sé búið að vera leikur í eitthvað tíma Nei, bara frá byrjun svona No hard feeling, sko Já, þetta er búið að vera einstefnum Við ekki rosa væntum alltaf þess að stráka alltaf og ég veit þeir eru ekkert að reyna þetta Nei, óbúslega góði drengir Já, bara frábærir og með gott hjarta En bara ef þú horfir á flotti strákar Vel varið Hausaði bara Já, þetta er á leikast Hversu punchable andlit er þessi markmaður Króata með? Já, það er bara mjög frábær punktur Það er mjög góða punktur, hann er hálf óþolandi Þetta er eitthvað svona gæði sem að Já, það er góða punktur En auðvitað, sko, við spáum aðeins í formatinu á þessu skilur, við vinnum líklega Argentínu sunnudaginn og þú veist, þá er þetta einn ofdagur 5 sigrar, 1 tap og við erum heim En það er bara sama með Króatíu ekki til Já, ég er að segja það Þetta er bara, það er bara ekki svigrúm fyrir það Nei. Það er bara svo sárt þegar er svona mikið undir að þetta gerist Já Það var laxó, búið í laxinn Þú veist, ég get alveg lofað því Ég get alveg lofað því Leikunni var að bjóða eitthvað djöfisins veiði hol ef að strákandir gera hitt og þetta er eitthvað versta En muni á síðasta móti þá unnu svartfellíkar Serba og það tryggði okkur áfram eitthvað mjög óvænt Ég meina, slóinandi geta ennþá beilað okkur út sko Við skulum alveg, þú veist, en það verður mjög Er Teddy dottin í Guðjón Val muni eftir við talum við hann Þorkell Gunnar já, þetta er bara svona ef þeir vinna þetta þá er bara eins og þessi leikur hafi aldrei gæst típískur fucking Íslendingur hann fær bara nutt upp á herbyggi ég er bara að segja að þetta er ekki búið
Þetta svo típisku fucking Íslendingur Já, við þurfum bara að stóla á að þeir vinni og að þessi verður kosin og naflinn fara úr að neðan í kvöld og þá mögulega erum við komnir inn í 16 og þá bara og allt þetta gerist, þá bara þessi leikur á móti Króatíu hefur bara aldrei gerst en það samt bara stað grow a pair það bara stað ætlar bara að hafna þessari staðreind Nei, ég er þetta ekki horseshit í störlu staðreind horse manure þetta bara En þú veist hvað ég meina, það svo leiðilegt alltaf að þurfa að stóla. Það er ömurlegt og þú veist, við máttum tapa með 3 mörkum sko. Já. Þú veist, við máttum alveg eiga svona smá ofdag og það bara hefði verið... En þú veist, já, þetta er... Ímir! Hvað setti ég ekki yfir 1,5? Getum við unnið 2 mínútur með 4? Nei. Ef við verðum með hreiðarleifi... Nei, það er öfugt. Það virkar öfugt sko. Það var nú rosalegt, við skulum ekki að rifja þá Já, það er eitthvað endaði vel, það var nú sama Já Það er bara svo að það hefði aldrei gæst að þegar við endum svo að vinna brons á því móti Tvígrip Sælla minninga Tjattið Maður sjá, við ekki frá það Háinsson myndi taka landsliðum meðan spila svona Já, ég er ekki frá því Já, Stefán fór í hægra hornið, ég tek ekki vinstra Stefán var í hérna Það er svo frábært, skotnir ekki svo lélega Við þyrftum ekki markmann Ljúbomir Vranjes Já, Vranjes Hann hefði út svo stinnur allir Já, það var á miðinni Stálmús, svona stökkmús Holning En þetta er bara Og vel varið Getum við ekki mekanisman á þessari sniðgöngu og orra í seinni Sniðgöngu og orra Það var vantar að tala um að hann hefur ekki verið að fá boltan Orrin og alveg Þetta er svo skjótið þið sendingar í kollinu sem átt að ratta orða skjótið, þú getur ekki að spila hversu reyður er Ponsan og skalunum 1-10 þegar hann horfið hann á leik ég er ekki reyður, ég er vonsvíkin já, þetta er svolítið þannig maður er drulli bara frá tapsá frá byrjun, þetta sló bara eitthvað ég var enda smá reyður á hann þegar ég braut glerun en nú er ég bara fyrst og fremst ekki brota glerun á mín brota einn Sko, nú þurfum bara að vinna bolta hratt En Steffi, þú nú verið í þessari stöðu Time out Króatía Og ég meina við margótt lent í þessari stöðu þar einhvern veginn sem blóðu fyrir að fara að treysta á aðra eftir að hafa drullað upp á bak Hvernig er væpið eftir þegar þú ert komin í þannig stöðu hjá hópnum? Það er ekkit gott en það er bara ein leið út úr í Það er bara að reyna að halda áfram Lifi voninni já Eins og stjórnin Já Ég lifi í draumi Mér fannst bara, það er eitthvað svona þungt yfir þessu bara frá byrjun En er hægt að fá auðlýsingun eitthvað aftur upp eða? Stefán kom hérna bara fyrir þessu auðlýsingu Já En ég sko Ég er tryggi Páll Sævar var góður Ég saði þetta í fyrirsprautunni og ég segi þetta nú Eru naflinni eins og United elskar að vera undir En vistu okkur Arsenal hérna en það er undir loki fyrir on top Vistu okkur Arsenal eins og Lille er að vera yfir Nei, ég klúraði brandarinn Vistu okkur Arsenal get ekki hérna átt hund Nei They can't hold on to a lead Það er ekki líka með hvernig var þetta með bæ munn hérna? Það veit ég ekki Myndur þú sofa hjá Glódísi? Nei, hérna með United hérna Það eru geðveik saga Já, ég er að hugsa Gary Neville sagði þetta muni ekki eftir þessi Beckham þáttunum Gary Neville sagði þetta í hérna brúðkaupinu hjá Beckham og Viktoríu Það var hérna Beckham þáttunum og þú veist Þetta er bara ég er að klóra í bakkan svona núna Fannst ekki 500 kall í lokin? Já Ég er alveg ófáðsleik ég með þess að kveikt ekki á þessu brandara strax Já, þetta er Herðu hérna Ég meina spurning á þig Stefán vill fara sig Hann fara auðlýsinguna og þá höldu honum hérna Við reykjum hérna Slóvina og Egyptana og Egyptandi reykja Króatana og svo kemur þetta How the fuck can this happen? Ég veit ekki Það er bara svarið
Nei, hvað gerist? Þú veist, þetta eitthvað, eru menn eitthvað, þú veist, fara menn á hátt upp eða eru menn eitthvað vannstiltir eða eru við bara illa undirbúinir? Ég veit ekki nefnir að menn sé eitthvað með á bak við eyrað að við áttum þessi 3 mörk. Það sé svona einhver svona rólegri gíri yfir þessu, af því þetta ekki sama lið og við vorum að horfa á í síðasta leik. Það sem að allir af þeim eru búin að tala í viðtölum hvað allt önnur stemming í hópnum og eitthvað svona, en svo bara þetta dead as fuck. Þreyti það alltaf typikal við erum búin að rúlla liðinu vel. Mér finnst líka eins og Viggo kannski sá sem hefur spilað hvað mest, mér finnst ekki þreytumarki honum. Nei, eini gallin með Viggo þessu leikur, hann skaut ekki nóg mikið. Það er ekkert út úr skotnýtingu að setja eitthvað svoleiðis, jú, hann klikka á 2 alveg deddurum og 6-pindrum, en það er ekki mér finnst ekki verið þreytumarki honum. Nei, við erum líka bara ömulegir frá fyrstu mínútu, það er ekki þreyttur á 3. mínútu. Nei, það er alveg rétt. Við sáum það bara fyrstu 2-3 sóknunum, þetta var bara off. En auðvitað núna erum við búin að sjá það á móti Egyptum og Slóvenum, Viktor Gísli búin að gera sannlega frábær. Var það einhvers konar falskt öryggi, við hefum aldrei getað lifað á 3 svona frammistöðum, skiljum við. Nei, það er bara ekki séns. Eða, jú, það er séns, en in the end virkar það ekki þannig. Við vissum alveg, við gátum ekki lifað á þessu. Og aftur á móti vorum við ekki að skora eitthvað sérstaklega mikið í þessu leik. Við fórum ekki yfir 30 mörkin hvorki á móti Egyptum né Slóvenum. Nei, við erum búin að vera treysta svolítið á varnarleiki. Ég er að segja það, vorum að lifa á þessu falska öryggi í markvíslunni hjá Viktori. Vörði var líka góð, en hún var bara ömuleg í þessu leik, bara alveg frá fyrstu mínútu, sko. Þetta var bara lélegt að hildi yfir allt, þetta var bara dautt. Þetta var einhvern veginn svona... Það er svona erfitt, eða svona einhvern veginn að skammast út í eitthvað eitt. Það fyrir auðvitað kannski markvíslunum bara segið, það var svona einhvern veginn Hérna við að fá riðilina þessu upp eða? Já. Bara eins og þetta er uppfært. Já, og síðan fylgjum chatinu bara með því ára riðil kemur upp. Þorsteinn Leó 0 mínútur, galið. Já. Þetta gamla góða, Nefunin, já. Já, þetta var Nefunin. Eina sem við tókum út úr þessu er að konundar í Króatíu eru 10-10, það er eins og lobsteri fór glæsilega yfir með okkur. Þetta bara... Þú áttir erfitt með þið þá. Ég held að þetta síðan finnast það sem ég hef bara lent í, sko. Þetta var ekkert eðlilega gott. Ég var með 1 markmið þegar að kom hérna. Ég þarf að spyrja spurninga hérna, ég ætla að halda andliti. Já, gera það. Það fór eftir svona 32 sekúndur, sko. Djöfull var hann ógeðslega fyndinn, sko. Þetta var ekkert eðlilega gott, sko. Heyri, þarna er þetta. Við sjáum hérna að þetta er ekki alveg rétt þar sem að við eigum að vera í 3. sæti. Þegar við erum með vestu markatöluna af þessum 3 liðum. Hvað séru? Er ekki? Jó, þetta er innbyrðis, þetta er innbyrðis á milli þessara 3 liða og hérna sagði markatala. Já, ég myndi innbyrðis markatölu á milli þessara 3 liða. Þar erum við neðstir, Króatirnir þá efstir og Egyptarnir í öðru sæti. Egyptarnir verja alltaf þetta annað sæti og hérna með sigri á móti Grænhöfum og við gerum ráð fyrir að við vinnum Argentínu. Og þurfum þá að treysta á að Slóvenía ná í stíu á móti Króatíu og þá vinnum við riðilinn af því að þá erum við með jafnustu við Egyptaland og Króatíu fyrir neðan og við erum með innbyrðis á Egyptaland þannig að þetta er svona all or nothing, við erum ekki að fara að mæta Fraklandi allavega. Já, það hérna liggur fyrir. Já, ég held að það sé, er það ekki alveg, er ekki nema komið bara eitthvað þvæla? Nei, já, svona, þú veist, ef allt er eðlilegt þá erum við allavega ekki að fara að mæta Frökkum. Annað hvort erum við bara að fara að sleppa þessu eða fara og fá Ungverja eða Hollendinga. Er það ekki bara þannig, er það ekki svona eins og þú þegar þú ferð út á lífið? Jú. Þú nennir ekki að fara í 2-3 kalda og svo heim, það er annarkvort eftir heima eða það bara endar á flösku. Annarkvort, já, það er bara þannig, annarkvort spörku upp helvítis hurðina og gerum þetta allar. Já, sleppum þessu, það er bara þannig. Það er bara þannig. Erum við með hina riðlana, stöðin í þeim eða? Kíktu aðeins á það. Bara svona aðeins að fara yfir svona heildarmyndina, hvernig þetta lítur allt saman út. Landið er í lamasessi. Já. Sko ég bara hugur minni á þeim sem er að fara á Þorrablótinu í kvöld. Það er nú flestir bara, já, eru það núna? Já. Ég get lofað því að áfengisalan hefur aldrei verið meiri og í dag. Þetta er frábært fyrir Þorrablótið. Það vil allir keyra sig í blackout núna. Verður það Rikki G. Já, hann er á Þorrablóti Kópús, ég sé það núna, hann er hérna... Já, við þurfum að fá hérna main rounds. Já, fyrir USA. En hérna naflinn. Já. Þetta keimlíkt rúlustíðanum Allians, eitthvað sem menn átti alls ekki vona á. Var það þessi þetta? Já, þetta er meðan að þú svarað þeirri sögu, við fáum hérna bara fyrsta riðilinn, þetta er sérst hérna að mjög óvænt stað þarna. Já, ég er þetta bara leital rúlustíðanum. Já, sko, ég fæ bara eins að grípa
grípa þann bolta á lofti, það er sem sagt, og þetta er eiginlega svolítið rétt hjá honum, það er sem sagt Hallgrímur Júlíusson, Samuel vinnur okkar. Halli-júla, Halli-júla, maður sem þurfti mestu sjúkraþjálfum 2014. Akkur var það? Já, hann bara dreipast í njánum á bæknum, satt svo mikið. Já, það satt svo mikið. Hvað segir þau? En þessi saga sem hérna í júlunum. En það sem bílasalinn er að tala er að við vorum á Allianz Arena þegar Ponsi fattaði ekki tímasetninguna og misti af bæmunnin Tottenham. Það voru við á Hoffenheim. Já, bara alveg hræðilegt að missa þeim leik en það er verið að missa Tottenham. Allavega, það var þannig, það var Halli-júla eins og íslenska landslið, leka allt í lindi, gekk allt upp, síðan þarf hann að fara niður stiga, þá hrynur okkar maður alla rækilega niður stiga. Og það hefur ekki verið létt lending. Nei, jú, það einhvern veginn glumdi í öllu þarna. Mældist á jarðskjálftamælum og alveg. Já, og einhvern veginn, þú veist, þjóðverunum var hætt að standa á það sama og einhvern veginn, þú veist, fólk var einhvern veginn bara að bótið með priki bara þarna niðri og, þú veist, þannig að, þú veist, þannig ef við maður zoomar raun upp í íslenska landslið þá var það nokkurn veginn eins og Halli-júla þegar stigað eftirinn hrundi þarna. Herru, förum að sé hinna riðluna, bara að við erum þarna Viltu 500 kallan aftur? Nei, ég náður loksins að klára. Þarna voru allir að spáði að Noregur og Svíþjóð myndu fara upp úr þessu riðli. Sjá Brasilíu. En það var bara samba. Portugal og Brasilia eru komin í áttaðarúrslit. Það er staðfest. Fáum þetta aftur. Brassarnir eru búin að vinna Noregur og Svíþjóð, þið get ekki náðið. Það er bara komið, þessi tvö eru komin áfram og það er rosalegt sjokk. Svíjarnir voru líklegir ef að tali fyrir mótið. Já, og Portugal er að fara að mæta þá líklega Þjóðverjum og Brassarnir Dönum. Verðum með hinn riðilinn? Ég er ekki spenntur að sjá það en Portugal Þýskaland getur verið svakalega leikur sko. Sjáu Brassis eitthvað stríða Dönunum? Brasil. Það er auðvitað að nafnin sé að fara á Þorrablóti í kvöld. Ég var að bétur ykkur myndi kveikja á þessu. Einu sem kveikti á þessu var Stefán Rafnildi. Herri, svo sjáum við riðilinn sem eru að spila móti. Það eru Danendir efstir, þannig að þeir að fara að mæta Brössonum og Þjóðverjarnir fara með þeim líklega og spila þar á móti Portugal. Þetta er rosalegt sko. Þannig að þú veist, þess þá heldur að hvað möguleikarnir í þessu eru miklir á velunum sko. Það er verið að taka út tvær gæða þjóðir sko. Svona ángríns. Ég er sammála sann síðasta ræðamenni. Ennill leikur sem ræðst á lélegri dómkvistu. Já, þetta er frændi Einar Jónssonar. Það er þá eitt riðill eftir og þetta er riðillinn sem okkar riðill á mætir. Heyrðu, sjáum markatölum á þessa. Staðan er bara þannig núna, við erum annarkvort að fara að mæta Ungverjalandi á öllu líkindum eða við erum bara að fara hjemmebó. Það er engin forsetabikar. Jú, hann er í gangi. Já, það þurftum að, já. Hann er í gangi. Hann er í fullum gangi gegnum við. Kúpumenn, erum við með Búlis, erum við með stöðin í forsetabikarnum? Já, það var nú gaman að sjá hann. Það er eitt sá besti sko. Ef ég væri til að vinna eitthvað á að vara forsetabikarinn. Það væri ríkalega gaman að fá Sjá líka veist, hvað gaman að vera í forsetabikkarinn, svo stelpurnar fóru í forsetabikkarinn. Síðan unnu var forsetabikkarinn, það fóru Bessastaði og svo gaman að vinna bikar. Agnes Mári vann lowest ranking Evrópukeppnina og hann fyrir á Bessastaði og einhvern veginn svona svo gaman að vinna bikar. Það er sama, þetta er svo skemmtilegt. Sama í rauninni hvað bikarið þýðir. Hvað á háka marga titla? Býtu, hvað eru tveir riðlar í þessu, Dóttir? Hvernig virkar það? Já, það er alltaf, þú þarf, hvað er Kúba? Sko hann er Pólland, Alsír, Kúveit og Gínja. Kenía. Hafi heyrt eitt besta lagi sem ég heyrði um daginn, það er Ísa, hvað heitir það? Ítalía. Já, ítalska lagi, það er geðvitt með Ingo Leðuguð. Það er svaðalegt. Það er gott lag, Ítalía. Já, hann er Group 2 sko. Já, sjáðu Kanada. USA. Sko menn held að Kanin væri með slakasta lið á þessum úti jafnvel. Já. En pælið í að þeir fara að koma. Já. Heldur það að verða eitthvað tíman? Ég vona það. Heldur það hafið tæknilega af hverju ekki? Þetta er akkurat íþrótt sem þeir elska. Þetta er hratt, það er smá slagsmál.
mikið af mörkum, spenna, þú veist, þetta allt sem að þeir vilja. Ég skil ekki okkur þetta hingra aðeins, það engin auglýsingarlía. Nei, það enda rétt. En það sem ég elska samt við Kanan, nú voru Ólympíuleikarnir í sumar, allt á TikTok. It's the easiest sport, we're gonna destroy it in LA. 4 years, we have the best team. Þetta minn besti ameríski hreimur. En þetta ekki vatn og millu handbolta bara samfélagsins, þessi góði árangur Bandaríkjanna á þessu móti, að það var einhver umræða að handbolt tekin á sumar Ólympíuleikunum í Los Angeles 2028. Þetta bara hlýtur að vera til þess að þeir eru aldrei að fara takað út. Og þetta frábæra árangur fyrir þá. They can bring the medal home. Svo Kani fattar ekki að það er verið að vinna eitthvað President's Cup. Nei. Að vinna eitthvað svakalegt. We won the President's Cup. We have the best president. Donald Trump bara. Donald Trump tekur á móti ef þeir koma heim með the President's Cup. Það er rosalegt. Fara beint í Hvítahúsið. What's the other cup told? Nei, shit, nú aðeins fann að fá. Þetta er bara President. Það er skiptingu. Nei. En Pólland er rosalega Pólland sem var bara í velunasætum á stórmótu fyrir 10-12 árum og þeir eru bara í fórsetabyggum sko. Það er unreal. Það er unreal. Þeir eru stráka mínir, hefur ekki bara að fara að kalla þetta? Jú, þetta er svona ef við svona förum súmurum að þessu bara Markvæslan. Umuleg, vörnin, umuleg, sóknin, umuleg. Já, Herðu, sjáu þess að þetta fullt í ruslmínútum. Hvað spilaði Einar Þorsteinn marga mínútur? Það veit ég ekki. Svona 4. En lögleg stopp satt mjög blekkett í tölfræði. Já, ég veit það. Þú getur safnað löglegum stöðunum. Ég fæ aldrei lögleg stopp, það er galið sko. Ég veit að skipta. Jó, það er mjög skrítið. Miklu frekar. Mjög skrítið. Það er mjög valid. En vantarlega er það eitthvað sko. Hann neytti allir sína orku í sókninu og sér það. En er það ekki líka bara þá að vera að beina Árásson og eitthvað annan en hann? Svo er það. En 2 mínútur, já. Það er líka góða punktur. Þeir eru með Gunnar Magana. Já, ég meina þeir eru bara klippið, þeir eru bara með Árásson annars staðar og menn sem eru lélegri, hann er góður í að hremma með. 1-1. Já. Við verðum með sólinn á sunnudaginn. Bjarki fór meiddur úr hóp. Af hverju tókst hann úr hóp? Við verðum með són á sunnudaginn, Argentína. Gæti verið síðasta HM-sónið í bili. En vonandi ekki. Við þurfum að treysta á Slóveníu. Nú erum við bara Melania, Trump og félagar. Nú þurfum við bara að treysta á hana. Okkar konur. En svo verður Doxon líka á morgun. Er þú þar? Ég er þar. Þú ert vinnualki. Já, heldur betur. Það er eini alkin sem ég er. Það er það sem ég hef alltaf sagt. Þú hatar að taka þig frí. Já, ég veit ekki hvað er. 8-4 á 5 ára deildinni. Já, 2 ára. 4-6 á 6 ára deildinni. Já. Síðan fyrir beint í hingað. Podcast á morgun. Indislegt. Sjáum síðar.